Já, komið sæl og verið velkomin í GR-verkdeildina í Rocket League. Ég heiti Brimar Jörvi, einnig þekktur sem Bróskallinn og verð með ykkur hér í dag eins og vanalega. En með mér í dag er nýr gestur sem að þið hafið ekki séð og kannist hreinlega bara kannski ekki við þrátt fyrir það að hann hafi eytt allt of miklum tíma í hennar leik og kom sér bara aldrei síðan inn í samfélagið. Sæll og blessaður vertu Gummi, hvað segirðu gott? Ég er bara frábær, takk fyrir að hafa mig. Bara spenntur fyrir að fylgjast með þessum leikjum í dag. Eins og þú sagðir, ég hef eytt allt of miklum tíma í þennan leik og kom mér aldrei inn í samfélagið, en ég er mættur og vonandi komin til að vera eitthvað. Já, algjörlega, það er gaman að sjá þig og gaman að fá þig að bara hérna inn í stúdíóið með mér. Það er alltaf skemmtilegt að vera með einhvern nýjan hérna. Ég var náttúrulega bara nýr á síðasta ári í raun í þessu samfélagi og núna með flestar útsendingarnar hjá okkur hér í Arena-stúdíóinu skemmtilega. En ég hef svo sem ekki eytt jafn miklum tíma í hérna leik eins og flestir sem að standa við þetta borð. Jú, vissulega Snorri sem var náttúrulega með mér. Við vorum skemmtilega búin að spila þennan leik skemmtilega lítið með við það. Við vorum að lýsa deildinni hér bara aðra hverja viku en það var mjög skemmtilegt og frekar vissum að flesti séu sáttir með það en þú kemur allan að vera reynslu úr leiknum fyrir mig til að hafa hérna á móti. Já, ég ætla rétt að vona það. Komnir 4.000 eitthvað tímar í þessum leik, mörg ár, gamall, þannig ég ætla að reyna mitt besta að koma með svona faglegu orðin í bransanum. Já. Það er eins gott því ég kann ekki faglegu orðin yfir neinar hreyfingar eða snertingar í þessu nema bara það sem að mér er kennt hér í stúdíónu en það er svo sem alls konar sem ég fæ að heyra hér og náttúrulega sérstaklega frá eins og Dingo sem að elskar að búa til ný orð. Flippari til dæmis eða þú varst að horfa á landsliðsleikina núna síðustu daga. Það er eitthvað sem ég ætla að reyna að halda gangandi. Mér finnst þetta skemmtilegt orð. Ég hafi einhvern veginn aldrei heyrt þetta áður frá honum. Hafði svo sem bara lýst með honum einu sinni fyrir löngu á kubbnum. Mjög gaman en annars aldrei fengið að vera með honum hér í stúdíónu. En þú hefur nú leyst einhverju öðrum leikjum líka, eða ekki? Jú, einmitt. Ég kem frá League of Legends. Allir elska þann leik og ég var að lýsa í áhugamannadeildinni í sumar fyrir þau sem kannast við það og síðan í sænsku deildinni og ég stóri á einhverju kannast við það en þannig ég kem allavega með einhverja reynslu í lýsingum. Já, algjörlega. En nú hoppum við í daginn hjá okkur í dag. Við ætlum að byrja að skoða stöðu deildarinnar, sjá hvernig liðin er að standa sig. Hér kemur það upp, það er 3-4 á toppnum eins og vanalega. Þór að reyna að fylgja þeim á eftir. Dusty hér í 3. Stjarnan í 4. Oman í 5. og Ravík sitja hann neðstir eftir að hafa tapað á móti Oman í síðustu viku sem var náttúrulega mjög mikilvæg leikur. Þessi lið fara samt öll í útslátt upp á bara úrslitakeppnina. Þannig að skiptir kannski ekki öllu máli en þetta er samt þannig að þú ert að fara að lenda á móti fyrsta sætinu held ég til að byrja með eða þá á móti þeim sem að tapar. Við skoðum það seinna allavega. Þú vilt vera ofar til að spila á móti léttari liðum og öfugt, skilur það er alltaf þannig. En það er, og sér reyndar, það er alltaf -+3 í leikjastigum við ennþá eftir að laga það sé á töflunni, afsakið það, en þetta er alltaf rétt svona. Dusty er með fleiri leiki heldur en Stjarnan komandi inn í daginn í dag, en við kíkjum kannski bara á daginn í dag og sjáum hvaða leikir við erum að fá. Það er Þór gegn Ravík, Stjarnan gegn Dusty og Oman gegn 3-4. Mjög mikilvæg leikur hér í miðjunni. Já, þetta verður örugglega hörku leikur. Ég er örugglega spenntastur fyrir þessum leik. Algjörlega, ég er langspenntastur fyrir þessum leik. Stjarnan náði að klára þennan leik, eða þessa viðureign, fyrst þegar þessi 2 lið spilu á móti hvor öðru og þetta er mjög mikilvæg leikur í raun bara upp á 3. sæti í deildinni komandi inn í útsláttakefnina og það er aðri leikir eru þú veist, annað sæti gegn 7. og 1. gegn 5. er kannski ekki alveg jafn spennandi en við tökum samt aldrei frá þeim. Ravík hefur komið með ótrúlegustu leikina hérna fyrir okkur
og Ómon líka þegar þeir eru á góðum degi eins og nú bara í vor á stórmeistara þá komist þeir nú alla leiðina í úrslitin, reyndar ekki með þessa 3 spilara sem eru hjá sér í dag en var voða gaman að sjá hvernig það var. Kíkjum kannski bara á fyrsta liði hjá okkur, það er Þór, fáum að sjá þá í sínum flotta rauða bíl. Það er Steb, Bjarni, Emilvald og Paxól. Kannastu við eitthvað af þessum nöfnum? Já, heldur betur. Í rauninni bara alla 3. Ég var líka að fylgjast með þeim náttúrulega keppa fyrir hönd Íslands. Algjörlega, ég vona að allir sem eru að horfa í dag hafi verið að horfa á það. Það var gríðarlega skemmtileg keppni. Ísland stóð sig gríðarlega vel. Þriðja sæti í sínu riðli til að komast í 16 liða úrslit, töpuðu gegn Portúgal í gær, en voru með samt svaka baráttu gegn Portúgal í gær. Næstu ég búin að taka 2 leiki af þeim, unnu þess að 1 leik eftir að hafa lent 3-0 undir og voru nú ekki langt frá því að bæta við öðrum leik, skoruðu 2 mörk á síðustu mínútunni í síðasta leiknum til að reyna að jafna leikina, vantaði 1 í viðbót. Mjög gaman að lýsa því, það var hrikaleg spenna, en já, þetta er bara landsliðið okkar í Þór og síðan er skemmtilegt að segja að finnska landsliðið er síðan dreift í deildina líka. Fáum að sjá svona nokkra hér og þar í liðunum hérna, en kíkjum á næsta lið sem er þá Ravík, sínum bláa og svarta bíl. Hvernig finnst þið þessi bíl? Þetta er flottur sko. Ég er persónulega fyrir bara svona einslita bíl í rauninni. Já. Ég vil ekki truflanir hér að spila. Nei. Við veitum hvort einhver tengi við það sko. En það er Tóni, Maka, Danslan og Alfarinn. Veit ekki hvort þú kannast eitthvað við einhverja þar? Það er endar skemmtileg staðreind. Alfarinn, ég hef spilað með honum. Já. Þó að það var stutt, það var það gott. Og já, þess að ég hef trú á þeim í dag. Já, hann er greiðlega þinn maður nú ert þú komið með lið til að halda með allavega í þessari viðureign. Alfarinn, gamall spilari hjá Jötun, félaginu mínu, spilaði bæði fyrir stórmeistara í vor og alveg fyrir 2 árum held ég í úrvalsdeild með Bjarna og fleirum, en Alfarinn hefur alltaf, ég styð minn mann alltaf þar sko, Tóni, Maka, Dansland, mjög flotti spilarar, Maka búinn að vera virkilega sterkur en Ravík mætti ekki með Maka á móti Óman í síðustu viku, stóðu sig samt virkilega vel Tóni, Dansland og Alfarinn, en veit ekki hvort að það hefði breytst til ef að Maka hefði verið á svæðinu, en mér fannst þeir samt standa sig gríðarlega vel og það er svona ef þeir eru að spila með Maka þá finnst mér Maka vera pínu svona að taka alveg einn yfir leikinn. Það sem að breyttist í síðustu viku voru mér fannst þeir meira að vera að spila saman. Maka var ekki eini sem var að gera þessi stóru spil og fljúga með boltan og svona, en allir ágætlega reyndir spilarar og alveg ástæða af hverju þeir eru í úrvalsdeild hérna í dag og eða gerverkdeildinni. Náttúrulega gullfallegt nafn á deild sko. En ertu með einhverja spá fyrir þessum leik, fyrir þessari viðureign? Ég vil segja að Ravík taki 1 leik af þeim. Eða ég vona það. Það gerir þetta meira spennandi ef þetta verður ekki bara sópað. Já. Þannig, ég spá að Ravík taki 1 leik en Þór taki viðureignina í heild sko. 3-1. Það er þá þetta er best of 5 alltaf hérna í deildinni allavega til að byrja með, fyrir síðan í best of 7 í úrslitakeppninni, en ég ætla að spá sóp fyrir Þór. Þetta er leikur sem þeir eigi ekki að klúðra og ég hef bara fulla trú að eina sem ég hef áhyggjur af, þeir eru búin að spila virkilega mikið saman núna á móti frekar stórum liðum og kannski liðum sem að spila ekki alveg eins og Ravík. Þannig að mæta í smá chaos, smá klessubíl gegn Ravík gæti valdið þeim smá vanda og Ravík á alveg góðan séns held ég hérna í dag til að taka 1 leik. En ég ætla samt að spá sóp
þar sem þeir eiga alltaf að taka þetta þó að maður sé nú aldrei Þórsari hefur báðið káamenn hérna við borðið í dag Einmitt. þannig að það er erfitt að halda með þeim en Já. Bjarni er náttúrulega gamall vinur hann að stepa sjá deildina maður heldur náttúrulega aldrei með mótastjórnum heldur það er svona Einmitt. en ég vona að það sé bara að fara að styttast í leik hjá okkur en það er spurning hvort að þú horfir hérna bara aðeins yfir deildina hver er spáðið þín þegar við förum í útsláttukeppnina? Nú er þetta 3-5-4 og Þór eiga eftir að spila á móti hvor öðru. Við hefum eftir að fá Dusty Stjarna núna hérna í dag. Ómon og Ravík hafa hins vegar að spila báða sína leiki, þannig að lítið sem að mun líklega breytast það er ekki nema Ómon nái upp fyrir ofan annarkvort Dusty eða Stjörnuna. Heldur þetta sé að fara að klára svona eða heldur þetta sé að fara að breytast eitthvað áður en við förum yfir? Ég held þetta sé að fara, toppurinn sé að fara að breytast. Toppurinn? Já. Mér líður eins og Þór muni koma sér á toppinn. Já. Einhvern veginn. En Já. ég held að restin breytist ekki. Þór, sko, það sem að Þór þurfa í raun að gera er að vinna Ravík hér 3-0. Ég held þeir í einn annan leik eftir 3-0 sem þeir þurfa að vinna 3-0. Þá eru þeir með betri plústölu heldur en 3-4 leikjum og þá þurfa þeir bara að vinna 3-4 og þá eru þeir á toppnum áður eða fara í úrslita kemnina. En ég held alveg örugglega að það sé svoleiðis. Við erum ekki komnið það langt. Ég allavega með minni það að við erum hvað? Við erum komið með 7 leiki og við erum með, já, það er alveg 3 leikir eftir. Það er þessi næsta og þar næsta vika og síðasta vikan er akkurat Þór gegn 3-4. Wow. Fáum svona toppbaráttuna í síðustu vikunni hjá okkur. Einmitt. Við erum aðeins að bíða eftir Ravík sem sagt þeir eru að koma sér fyrir en þá fáum við bara að spjalla ennþá meira bara Frábært. það sem við viljum. Ég ætla bara að fara að spjalla meira landsliði og hvernig þeir stóðu sig. Þú varst að fylgjast með þessu og ég náttúrulega horfði á alla leiki sem ég gat horta á 5. og 1. og hérna var síðan sjálfur að lýsa leikjunum í gær móti Portugal sem var reynda bara frábært og ég bara fyrsta lagi stóðu sig gríðarlega vel eiga að vera ótrúlega stoltir af sér. Já, auðvitað. Þetta er að horfa á þetta og ef við getum bætt okkur fyrir næsta ár, annarkvort sömu spilarar eða þó að komi einhver annar spilari inn eða nýr eða hvað sem er. Ég hef nú fulla trú á því að á meðan Emil Vald heldur ákveður að halda áfram, þá er hann alltaf þarna í landsliðinu. Já. Hún að vera sterkasti Íslendingurinn núna í einhver tíma. En það er fullt af ungu fólki sem eru komað sér í deildina mjög sterkt inn núna og það er alveg spurning hvort það breytist eitthvað landsliðið. Við sáum náttúrulega Danna Juice og PS á bekknum, eða Dan eins og hann heitir í dag, mér finnst Danny Juice bara miklu betra en nickname. Við erum ennþá fastir á því, þetta er svona running joke eða búin að vera að horfa á þetta síðustu 2 ár sko, Danny Juice var alltaf Danny Juice, breytti sér yfir í Dan, allavega. Hann er virkilega flott spilari, en ástæðan af hverju þeir settu sig svona upp er náttúrulega bara af því að þeir eru að spila alltaf saman, þeir eru búin að vera að spila saman síðan áramót þegar Þórliðið breytti, en þá sem sagt fóru þeir yfir í fullt íslenslið. Þeir voru með Rexer, besta Finnan með sér í fyrra og Emil Vald kom inn í staðinn fyrir hann þarna í bara áramót og hafa haldið sér svoleiðis síðan, Bjarni, Step og Emil Vald. Já. En ég held að ég sé alveg góður séns á að ef einhver nær að bæta sig það mikið fyrir bara næsta ár að landsliði gæti breyst aðeins. Ég hef alveg spá að bæði annarkvort PS eða Smári 28 hreinlega geti komið sér upp í PS þá í aðalið og Smári í sem sagt á bekkinn. En reynda með við hvernig þeir stóðu sig í þessa vikuna eða þessa 3 daga, þá er svo sem erfitt að segja að einhver eigi að detta út úr þessum hóp. Já, það er gríðarlega erfitt, en einbeittur vilji, æfa sig, eins og þegar ég var að koma mér upp, það er ekki svo fljótt að gerast. Ef þú vilt þetta nóg mikið, þá myndu ná því. Þannig ég trúi bara hver sem getur klifrað upp í lið.
Algjörlega, og eins og ég segi, það er nóga ungum spilurum hérna í deildinni hjá okkur í dag, þannig að það er ekkert ólíklegt að við sjáum stóra breytingi að gerast og líka bara í deildinni á næsta ári, þó að þetta sé svona, við erum að sjá Stjarnan nýtt lið í deildinni með 2 nýjum ungum spilurum og er að standa sig svona vel. Spurning hvernig þið standa sig í dag gegn Dusty en mikilvægasti leikurinn þeirra, en að taka leik á móti Þór síðustu viku og að vera bara það sem þeir eru í deildinni er náttúrulega bara gríðarlega vel gert. Já. Þannig að ég held að það sé nóg af tækifærum í boði hana ennþá og akkurat fáum að horfa á leikinu okkar í dag. Myndirðu vilja ískaldan Red Bull á meðan við bíðum? Við erum búin að bíða hérna í smá tíma sko. Ég ætla allan að skella mér einn ískaldan. Hvernig viltu? Ég ætla að fara í venjulegan hérna. Já, ég er þar líka. Þú þar líka. Skellum okkur í einn Takk fyrir. vakalega kaldan. Þetta er flott. Þá hoppum við akkurat yfir í leikinn. Mér líst vel á það. Já, frábært. Ok. Ég er reyndar ekkert í leiknum, en bíðum eftir. Jú, hann kemur það. Og hérna fyrir við að stað leikur númer 1 í dag. Þór gegn Ravík og alfarinn er fyrstur upp í lofti. Sittur þetta reynda bara beint á Step sem allar í tvísmelluna en þetta lendir þannig í vegnum að hann fer bara beint niður og aftur beint niður fyrir fram á marki. Tóni þar að konum út. Step reynar að klára þetta en nær því ekki. Bjarni ekki með boost hér en leitar að einhverju liðsfélaga, nær ekki að spila þetta yfir. Trublar reynda dönsluna þarna og Emil allt með tækifæri gegn Tóna og setur þetta upp í hornið. Og Þór kominn 1-0 yfir, þetta var ekki lengi að gerast. Ó nei, þetta var fljót byrjun hérna hjá Þór og Emil Vald með flott mark. En leikurinn er rétt byrjaður, getur mark gerst. Akkurat, getur mark gerst, við sáum það síðustu dag hjá landsliðinu, það breytist mjög fljótt oft þar. Og þarna boltinn er bara á leiðin á markið og Þór Emil þarf að taka til hliðar, kemur honum hérna út í hornið sitt. Dansland stoppar þá strax en Bjarni fylgir þessu eftir. Fer hérna upp í loftið gegn alfarannum, fer miklu hærra og spilar þetta fyrir fram á markið. Tóni þarf að koma til hliðar. Dansland, spurning hvort hann geti náð að fylgja þessu nær því. Stef heldur þessu hins vegar gangandi. Núna Ravík smá vandræmi inn í vörninni. Tóni þarf að koma þessu aftur út. Og ná að losa þess að síðan loksins. Smá erfið byrjun fyrir Ravík. Já, þetta er hörku pressa hérna frá Þór og skot frá Step. Hvað er þetta? Ostakaka? Algjör ostakaka, það er akkurat máli. Ostakakan byrjuð hér í dag. Já. Þetta var ljótt frá honum, Dansland? Ostakaka frá Dansland. Já, þetta gerist við bestu menn. Þekkja þetta held ég allir í deildinni. Þó þetta heitir nú ostakakan. Það er sjálfsmarkið fyrir þá sem að þekkja það ekki. En Stef enn og aftur mættir loftið hérna fyrir Þór til að byrja þetta. Bjarni situr annað á marki og Þór kominn 3-0 yfir. Já, þetta er góð byrjun fyrir spána þína. Já. Ravík verða bara að rífa sig í gang einfallega. Ég veit ekki hvað hann ekkert sagt. Það sjá. Tóni, þetta er Stef. Bjarni kemur honum áfram. Alfarinn nær hann í horn og Bjarni skorar. Kick-off goals eru, já, oftast mjög leiðilegt. Þetta var nú ekki skemmtilegasta markið. Nei. Boltinn deyr hérna í miðinu og Bjarni nær að rúlla bara með hann. En Ravík, já, mega stóla á það að það eru fleiri leikir eftir þetta. Já. Það sem að Stef bæti bara í stöðuna og meðan við spjöllum hérna, það er engin pása á þessum mörkum. Er það? Já, alfarinn Dansland, Tóni, það er kannski ástæða fyrst að þeir eru, það er líklegast einhver ískaldur hana fyrst að hann mætti hana alveg á síðustu sekundi í leikinn. Veit ekki hver það var en Bjarni heldur áfram að reyna að koma sér fyrir. Stef kemur honum ennþá lengra að en Dansland nær loksins að losa þetta. Er þetta tækifæri fyrir Ravík að skora eitt mark hér. Það er tortímt einu manni og Dansland nær að klára þetta. Ravík
búin að stimpla sig inn í leikinn. Já, þarna kom allavega eitt tilbaka. Eins og maður segir, leikurinn ekki búinn. Það nóg eftir. 5 mörk. Maður hefur séð ótrúlega hluti gerast. En nú skiljum við kannski líka hverju leiksmenn Þór eru spila fyrir landsliðið. Maður sjá, Bjarni kemur hérna. Alfarinn nær að henda þessu til hliðar. Step með skot og það fer inn. Það var ekki flókið? Nei, þetta var ekki flókið. Þetta markaleikur, gott fólk. Við erum að fá sjá Þórsarna bæta í stanslaust hérna. Ravík kom sér aðeins inn í leikinn en það þarf að gera meira en það til að geta spilað gegn þessu flotta liði sem það eins og við segjum landsliðið okkar í þessum flotta leik og Emil vant að sína ótrúlega takta tóni nær að bjarga sig á línunni. Step núna reynir kannski klemmuna, nei, fer bara aftur upp í þetta og Ravík rétt sleppa þarna en Bjarni heldur þessu gangandi, fer í tvísmelluna, situr þetta niður á Emil vant sem hann situr þetta aftur í bakvögginn. Step fer í loftið en boltinn fer aldrei á markið þarna. Ravík, já, að gera ágætlega núna, ná að halda boltanum aðeins frá markinu. Þegar ég segi það, þá skýtur Bjarni beint á markið og skorar. Vá, ég veit ekki hvort að þið kallið þetta en að 7-1, það var alltaf Brasil þegar ég var að spila. Það var allir að öskra það þegar staðan var 7-1. Já. Þetta rosalegt. Þetta bara pressa. Ég get ekki höndlað þetta sjálfur, sko. Þetta bara stanslaust. Þetta bara sækja, sko. Þeir eru líka að gera þetta svo vel með lítið boost. Eru ekki alltaf með eitthvað fullt boost þegar þeir eru í pressunni og eru ekki að taka þetta boostinn. Þeir eru Þórsarar bara að búa til þessi tækifæri og Bjarni setur annað skot í slána. Þeir vilja meira. Fáðu meira? Já. Step með flott mark af veggnum. Þeir vita hvað er að gera í loftinu. Algjörlega flýgur þessu bara inn sjálfur Emil Vald. Þannig að kom til að aðstoða en Step þurfti hann ekkert. Vá. Ég man ekki eftir því að við fengjum svona stóra markatölu svona snemma í deildinni í ár en það hefur svona gerst. Strákarnir eru kannski bara að vera pínu grófir eftir að hafa tapað á móti Portugal í gær. Þeir eru kannski bara ekkert sáttir. Já, þeir eru örugglega vel heitir fyrir þennan leik og bara tilbúin til að sýna hvað þeir eru gerðir úr. Og þeim að takast það. Bjarni hérna rétt svo nær ekki boltanum. Emil Valdi komin upp. Hann með smá búst. Hann fer á þakið. Fer í slána. Bjarni samt kemur hérna. Nær hún næstu yfir Danslan. Step með hann í horninu. Danslan með fullan tank. Hann fer upp. Getur hann gert eitthvað? Góð tilraun en Emil Vald aftur með boltan og 100 búst. Hann reynir skot og vá! Þvílík markvarsla frá Danslan hérna. Emil Vald aftur með boltan á móti Tóna. Það veit ekki hvernig á að segja þetta nafn en Step klárar skoti. Já, þú veist, ég segi alltaf Tóni. Minn er að Króli segir alltaf Tóni. Ég hef ekki hugmynd hvernig hann á að vill að við segjum þetta. Það er spurning hvort hann sendir ekki bara, þú veist, DM á mig hvernig á að bera þetta fram. En hérna, núna, Þór komnir í 9-1, þetta leitur ekki mjög vel út fyrir Ravík. Ekki mikið sem þau getur gert hér. En það er samt alltaf lífi í þessu drengjum. Alfarinn reynir að koma sér aðeins upp en það er bara Emil Vald sem tekur á móti því. Fer í skotið, situr aðeins slána út. Og Ravík ná að lifa aðra sókna af. Fá núna boltan hérna á markið á Þór og Emil Vald þarf að bjarga þessu. En já, hvað þurfa Ravík að breyta fyrir næsta leik? Við erum hreinlega bara komin í það núna til að geta mætt á móti þessum risum. Já, sko, það er í rauninni bara, ég veit ekki hvað heitir þetta, hita betur upp. Þú veist, maður þarf að koma alveg vel heitur í svona leiki. Þú veist, þú mátt ekki vera að taka fjærstrengur fyrst geti. Ég náttúrulega veit ekki hvort að það er staðan hjá þeim. En, þú veist, það er bara, þeir eru svo, hvað maður að segja, þú veist, þeir eru svo vöndu vinna hjá Þór leikmönnum hérna. Þeir vita alveg hvað er að gera. Allar snertingar eru góðar, þeir eru að tala saman. Þú veist, vantar kannski smá samtala milli drengjana og bara koma betur inn í næsta leik.
Algjörlega 9-1 hér fyrir Þór sem að taka fyrsta leik í þessari viðureign og í dag Ravík þurfa að finna einhverja allt aðra takta fyrir næsta leik. Step með 900 stig. Hrikalega ég glaður. Ég með hann í fantasy-liðinu mínu. Já, ok. Það svoleiðis. Hann vel gert Step, haldið þessi gágandi. Við vilt fleiri mörk frá þér. Þú ert frammi í fantasy-liðinu mínu. Þannig að það er nefnilega hrikalega spennandi keppni líka sko. Fantasy. Ég veit ekki hvort þú hafið dottið inn í það. Kannski mætt aðeins og seint. Já. Það er alveg 60 eitthvað lið fantasy sko. Vá, það er enda góð þáttaka. Það er hrikalega góð þáttaka. Lýst vel á samfélagið sko. Ertu á topnum? Nei, ég er í topp 5. Já, ok, það er bara Ég er búinn að vera í topp 5 baráttunni í fantasy-deildinni sko. Króli líka sko, alltaf með einhverjar hérna, já, það er smá timeout, þannig að við fáum bara að spjalla meira fantasy. Króli er alltaf að tala hvað allar þessar tölur og statistics og eitthvað svona dæmi. Og síðan það maður bara skrolla til að finna fantasy-liðans. Það ekkert á hann sko. Hörð skot á Króla fyrst að hann ekki í stúdíónu hér í dag. Var svo sem með hann í gær að lýsa þessum yndislega leik sem við fengum þar. En hvernig líst þið á þennan völl? Þetta er búið að vera pínu uppáhaldsvöllurinn hjá okkur hérna í stúdíónu. Hvernig finnst þér hann? Ég verð bara að segja þetta sé frábæra völlur. Þetta er völlurinn sem ég spila hérna freeplay í Rocket League sjálfur, þannig ég var vanur að horfa á þennan völl mjög mikið. Þannig að þetta er kannski bara uppáhaldsvöllurinn þinn líka, fyrst þú velur hann alltaf í freeplay. Já, það mætti eiginlega segja það sko. Það er ástæða af hverju þetta er í uppáhaldi hjá svona mörgum. En spurning hvort að Ravík sé að gera einhverjar skiptingar eða eitthvað svoleiðis. Ég veit ekki hvort að Maka hefur verið að mæta. Fáum að sjá það hér. Jú, Maka er mættur, alfarinn farinn á bekkinn eftir fyrsta leik. Og Þór byrja hér með boltan enn og aftur og Bjarni fer upp í loftið. Maka reynir að mæta þessu en algjörlega á vitlausum stað. Emilvald nær skotinu, Stef fylgjur þessu eftir í bakveginn. Emilvald kemur og Tóni nær ekki að mæta þessu. Þór 15 sekúndur fyrir fyrsta markið. Vá, það er engin breyting allavega á Þór. Þeir eru alveg jafn sterkir þeir voru í þessum fyrsta leik. En vonandi fá að sjá einhver breytingu hjá Ravík fyrst að Maka er komin inn. Ég hef sterka trú á því að hann geti mögulega breytt einhverju fyrir Ravík. Algjörlega, það er svona maður sem á að geta mætt. Emilvald í loftunni, hérna er smá mistökja Dansland, Tóni þarf að bjarga þessu. Emilvald fylgir þessu síðan eftir, fer undir 1, reynir að fara yfir Maka en Maka gerir bara vel. Nær að komast fyrir þetta Step og Tóni og sá ekki hvort það var Dansland sem að gerði hrikalega klemmu hann til að koma þessi bolta út. Og Ravík ná að losa aðeins úr pressunni. Já, það skiptir miklu máli að reyna að koma boltanum aðeins út, en ég var bara að fylgjast líka með hérna Þór. Þeir eru að keyra stundum á engu bústi, bara í sókn, endalaust. Þetta er ótrúlegt hvað þeim er að takast hérna. En Dansland nær, hafa smá stjórn á boltanum núna, Emil að tortríma honum. Ok, og þá er Bjarni komið boltan. Maka og Tóni fara upp fyrir þetta báðir. Emil vald með boltan. Nær hann ekki fram hjá Dansland. Step og Dansland í 50. Emilvald fer upp. Step feika boltan. Og Emilvald tekur stjórn á honum í sínu horni. Emilvald kemur í flugið, reynir að spila hérna yfir á Bjarna sem hann nær boltanum. Er með stjórnina, situr það niður fyrir Step og Maka þarf að verja þennan út. Vel gert hjá Þór strákunum en Maka með réttu svörin hérna til að byrja með og Tóni situr á markið en það er stöngin út. Þór rétt svo sleppa þarna og Bjarni núna mættur aftur í lofti hinum megin, situr klemmuna niður og Step fer upp á móti Tóna, situr boltann hérna upp fyrir Emilvald og þeir ná að verja þetta á línunni. Bjarni núna enn og aftur með tækifæri. Þetta er miklu meira spennandi leikur. Maka gera eitthvað rétt hér á móti Þórsurunum og Emilvald núna reynast komandum hérna niður á jörðina. Þetta er kannski orðið of lesanlegt hjá strákunum, þeir eru alltaf að reyna sama skotið en Ravík eru samt alltaf ennþá í vörninni. Emilvald næsti að reyna þetta og Tóni nær að mæta. Dansland kemur þessu síðan loksins út og Ravík lifa enn og aðra pressu af
Segi það og Maka næra að verja þennan á línunni enn og aftur. Emil Vald með frábært skot, Stepper kemur síðan aftur hinum meginn frá. Tóni og Dansland þurfa að verja þennan, gera það. Bjarni næsti maður, situr hann hátt og langt og bara yfir markið. Emil Vald kemur þessu samt einhvern veginn aftur fyrir markið á Stepp og Stepp setur því stöngina út. Maka næra að verja þennan og já, Ravík lifir þetta af. Vá, því lík pressa. Það í rauninni magnað að leikurinn sé 1-0 og ég er voðalega sáttur með Ravík að þeir eru búin að vakna aðeins. Oh my god, Bjarni með tróðurum minn, vá, hvaðan kom hann eiginlega? Vá! Ok, well, það lifið ekki lengi. Það er komið 2-0 en 3 mínútur í leiknum. Þetta er alveg geranlegt fyrir Ravík ef þeir ná að koma smá flæði í leikinn og koma bara boltanum út, breyta vörn í sókn. Já, algjörlega. Þetta er allt annað leikur heldur en við sáum í fyrsta leik. Þeir eru að ná að venda eins betur en samt einhvern veginn sama pressa frá Þór og við sáum í fyrsta leiknum. En voru með eitt gott tækifæri á það. Núna Maka reyna að halda pressunni gangandi en Bjarni fær boltan. Kemur honum upp fyrir Þór og reynir að spila honum hérna fyrir. Enginn sem að næri þennan eða hvað, Stepp nær honum en Emil Vald ætti að vera á næsti til að mæta í þennan, situr hann í slána, hittir hann ekki og Bjarni kemur síðan en Maka nær að losa þennan bolta. Þór er alltaf bara næsti maður einhvern veginn mættur í þetta og pressan bara hættir ekki hjá þessum drengjum. Boltinn er ennþá fyrir framan marki hjá Ravík og Maka nær loksins að losa þetta aðeins lengar út. Dansland með smá tíma, Emil Vald bara stelur boltanum strax á honum. Mínúta eftir þessu leik og Dansland með gott skot hérna yfir. Bjarni kemur aðeins út og Maka nær ekki stjórninni en Dansland með annað tækifæri situr þetta yfir markið og Tóni nær ekki komast í en Emil Vald á undan og nær að bjarga Þórsurum þarna en Ravík að gera mun betur hér. Já, heldur betur, þeir eru alveg að lifna við hérna, maður finnur það eiginlega bara. Þeir eru orðnir hraðari, betri snertingar en á sama tíma Þór er ekki að gefast upp, þannig þetta getur orðið hörku barátta hérna, sérstaklega restina af þessu leik. Maka hérna að reyna koma honum áfram, Tóni tekur við honum í horninu, Emil Vald og Bjarni fara hérna í hvern annan, Dansland að reyna að gera eitthvað, Bjarni mætir honum, Tóni, hann kemur honum á Maka, Maka ætlar að reyna tvísnertingur hérna, voðalega flott hjá honum af veggnum, Tóni ætlar að reyna skot hérna, Stepp er tilbúin í það, Maka fer á mótunum, boltinn fyrir horni, Dansland tilbúinn. Þeir verða að reyna að koma honum á mark hérna sem fyrst. Tóni reynir að stoppa boltan, skot Emil nær honum út í horn og þeir halda honum uppi. Emil Vald vill fá annað. Stepp og Emil kom honum rétt svo ekki inn og þar er leikurinn. Allt annað að sjá 2-0 heldur 9-1 í leik nummer 2. Þór tekur hann samt frekar örugglega að sjá yfirráð vallar virkilega mikið Þórsmegin. Þetta er, já, Maka reyndar raðinn stigum hérna með vörsluna sínar, 5 vörslur og skemmtilegt fyrir allavega þá sem eru með Maka í sínu fantasíliði. Ég er ekki með hann, þessi leikur var ekki alveg jafn flottur strákar. Við ætlum að sjá aðra markaveislu hér, nýta skotinn, það er eitthvað sem að já, mér finnst það reynda að vanta oft bara í deildina að klára og nýta skotin sín. Það er svona oft fyrir eitthvað laus skot í staðinn fyrir að reyna að finna bara kannski liðsmann og hafa öflugar og skota markið eða ég veit það ekki. Það er svo erfitt að koma boltanum inn í markið þegar það er góð vörn. En byrjum hérna leik númer 3. Þór gegn Ravík, staðan 2-0 fyrir Þór í leikjum. Viðureignin gæti verið að klárast hér. Maka fer upp í lofti, reyna að spila hann yfir á Dansland en Emil Vald búinn að lesa þetta fyrir löngu, situr hann yfir á Stepp sem að skorar og Þór komnir 1-0 yfir. Þarna nýttu þeir skotið sitt. Emil Vald spilaði þetta hrikalega vel og Stepp þurfti bara að gefa honum smá aðstoð að koma honum inn. Þetta er ástæðan af hverju Þór eru svona gríðarlega góðir. Já, það er eiginlega þema í þessum leikjum hérna. Þór skori bara fyrst og núna þarf eiginlega Ravík að byrja að rífa sig í gang, leyfa þessu marki bara að koma og bara keyra áfram. Talandi það, þeir halda áfram með í vörninni. Maka er með fullan tank, Tóni fyrir upp. Við rétt svo fram hjá honum, en Dansland tekur við. Hann er í bullandi sókn, Bjarni á mótunum. Bjarni nær boltanum, kemur hann út fyrir miðju. Emil Vald er þarna, fer upp með boltan. Tóni ætlar að mæta. Hann nær honum fram hjá Tóna, Bjarni er í horninu.
kemur honum fyrir, Step ekki nógu nálægt, en hann kemur honum út, Maka nær honum fram hjá Step, Bjarni, hann fína fætur þarna, kemur honum upp, þar sem Emil Vald nær honum fram hjá Tóna, Emil Vald með fullt búst, stjórnaboltanum sendir hann á Step, Step rétt svo missir skotið, en þeir eru ekki hættir, Emil kominn upp, nær honum fram hjá Maka, vel gert, en Tóni þarna til að bjarga þeim. Bjarni með stjórnaboltanum, fer upp í loftið, Emil skýtur og skorar. Wow. Emil Vald nær að gera virkilega mikið hann í sókninni, Bjarni kemur honum síðan aðeins til aðstofar til að klára þetta. Þór komnir 2-0 yfir, þetta staðan sem að þeim líður vel í og sjáum kannski hvort að Ravík ná að spila þetta aðeins aftur. Það allavega mikilvægt fyrir að komast inn í leikinn, 71 mark. En Bjarni núna reyna að fara í eitthvað flip en ákveður að sleppa því. Stef með boltan kemst fram hjá einum að fljúga honum nú yfir á Bjarna sem að missir rétt svo af honum. Stef nær að halda þessu gangandi samt og Tóni þarf að taka hann niður og spilar þetta yfir á miðjuna. Maka, Emil Vald og Bjarni allir þrír í boltanum. Emil Vald ákveður að taka hann fram, Tóni þarf að losa þennan. Bjarni með bústi aftast á að mæti Dansland fyrir eitthvað seint og Dansland hefur betur. Maka heldur þessu gangandi í tækifæri, Bjarni nær að losa þetta í loftunni, virkilega fljótur upp og Emil Vald situr síðan skotið hinum megin, Bjarni nær að klára það og Þór komnir 3-0 yfir eftir þessa skyndisókn. Virkilega gott tækifæri hjá Ravík. Já, þetta kom upp úr þurru þar sem Ravík var í fínni sókn en Þór kunna eiginlega bara allt. Þannig þessi bara skyndisókn kom og þeir bara skoruðu. Og lítið sem hægt að gera í því. Emil Vald vill meira. Maka með stjórnaboltanum upp í loftinu. Heldur hann nálega sér, Tóni kemur til að reyna að bjarga honum en núna stendur Dansland einn eftir en hann ískaldur til í slaginn. Maka í horninu, kemur honum út, Bjarni tilbúinn, það taka á móti. Þeir beint á Dansland, Dansland sendir hann lengst upp þar sem Maka tilbúinn. Emil Vald fer upp á þakið. Hann reynir musty flick eins og maður kallar það víst. Stef með skot, bjargað af Tóni. Emil Vald kominn aftur upp með 20 búst. Það að koma honum fyrir miðju á Stef. Stef tortryptur af Tóna. Og núna eru Ravík komin í sókn. Stef stendur einn eftir, Tóni með boltan uppi, kemur honum yfir Stef. Dansland þarna. Emil Vald nær að koma honum út í hornið og Emil Vald ætlar að fara í sókn. Hann með Bjarna þarna til vinstri. Dansland kemur honum út, Stef mættur, skot. Maka þarna. Bjarni ætlar að koma boltanum inn fyrir miðju. Hann uppi, Emil Vald uppi. Þvílíkt skot, en Maka kemur honum út. Þór að halda pressunni hátt uppi, Maka gera það sem hann getur til að reyna að koma smá pressu tilbaka en Stef núna með boltan hinum megin. Spurning hvort að Bjarni mætir í þetta, Tóni núna kemur líka og það boltinn á markið, þetta fyrir stöngin og út. Núna Bjarni aftur með boltan út í horninu, kemur honum ekki fyrir nær snertingunni. Maka losar þetta aðeins yfir Stef, fær smá tíma en Stef nær að stela honum og núna Emil Vald með bústið, með boltan, með flipprisettið, reynir að setja það fyrir fram og boltinn skaust hann til hliðar. Tóni fær boltan í hendunar en ekki með bústið til að fylgja sig eftir, gefur Þórsarum eiginlega bara boltan. Þannig var Emil Vald að tortíma 2 til að halda þessu gangandi hjá þeim og Stef núna með boltan, spurning hvort hann getur komið honum fyrir markið, gerir það ekki alveg nógu vel. Bjarni fylgir þessu hins vegar eftir með skoti núna, Tóni ver þetta út og held að þetta hafi nú aldrei verið á leiðinni inn en Bjarni gerir samt vel að halda þessu gangandi. Stef núna næsti maður og Bjarni setur þetta hátt upp fyrir Emil Vald en hún með tortrýnda Maka þannig að engin séns á að hann fari upp í flugið og 30 sekundur eftir þetta orðið voða erfitt núna þegar allir eru í klessu í vörninni. Stef nær skotinu en Tóni nær að verja þennan, Bjarni nær ekki að klára þetta og Ravík einhvern veginn lifa þetta af. Maka núna með tækifæri hinum megin, ekki með bústi til að fylgja sig eftir og Emil Vald tekur af honum boltan og 10 sekundur eftir hér, þetta eiginlega búið. Ravík ná ekki að gera mikið meira hér en boltinn á leiðinni inn og Stef
ég held að hann hafi nú ekki klárað þetta mark en sjáum þetta aftur hérna. Gott skot fyrir Slána. Já, Samskiptin og Dansland klárar þetta fyrir hann. Já, við fáum 3 sekúndur í viðbót. Fáum að sjá annað mark. Það væri rosalegt. Þeir fara allir 3 í þetta hjá Þór. Þeir vilja annað mark. Dansland með boltan. Demirvald fer upp. Nær hann að halda þessu lifandi. Hann setur hann niður. Ætlaði að reyna að taka aftur undir hann þarna en missir hann aðeins. Þór vinna öruggan sigur gegn Ravík. Þetta var sópur og já, spáði mín alveg rétt en fyrsti leikur var kannski ekki alveg það sem við vildum sjá en Ravík síðan komið sér aðeins aftur inn þegar Maka mætti til staðar. Eitthvað sem þeir fannst fara svona virkilega úrskeiðis hjá Ravík, eitthvað sem þú sást að þeir gætu gert betur eða var bara Þór betra lið? Einfaldlega voru Þór betri. Það þú veist, þeir voru alltaf næsti maður inn, alltaf að róteita vel í kringum völlin og í boltan. Þú veist, Ravík var í stanslausri pressu og þú veist, þeir þurfa að ná að safna bústi, nota sparsamlega, koma boltanum út, hafa stjórn á honum í hornunum sínum. Þú veist, það vantar bara mikið upp á það sem Þór náttúrulega bara heimsklassa leikmenn og þeir kunni þetta alveg, vita alveg hvað að gera. Þannig það bara að gera að æfa sig betur, spila bara. Já, það eitthvað sem að Ravík þurfa að taka með sér heim eftir þessa viðureign. Það voða erfitt að spila á móti landsliðinu sem búin að sýna frábæra takta gegn alls konar toppspilurum hér síðustu daga. Þetta var nú bara vel gert, fannst mér hjá Ravík að ná einu marki inn og tapa einu leik bara 2-0 gegn landsliðinu okkar. En við förum í stutta pásu áður en við förum í næsta leik sem gríðarlega spennandi. Það Stjarnan gegn Dusty upp á 3. sæti í þessum riðli okkar, ekki frá land. Að skipta akrein. Já, komið sæl, verið velkomin aftur eftir þessa stutta pásu. Við vorum að klára að horfa á Þór sópa Ravík og við erum núna að fara í mun meira spennandi viðureign vona ég.
þar sem að Stjarnan að mæta Dusty. Þetta stór leikur, stór viðureign bara í deildinni. Dusty svona, já, pínu gamla liðið að reyna að sína takta. Þetta eru strákar sem hafa verið lengi í deildinni og hafa oftast verið í frekar toppliðum gegn nýliðunum í Stjörnunni. Og þeir að keppast upp á 3. sæti. Þannig að þetta getur eiginlega ekki verið meira spennandi einhvern veginn. Nema kannski Þór gegn 3-4, þar sem það alltaf toppslagurinn. En þetta svona það sem ég finnst vera næst mest spennandi. Það já, gömlu hundanir ef maður getur sagt það, gegn nýju korpónum eða eitthvað svoleiðis. Þá bara að skella okkur strax í fyrra liði. Það Stjarnan, fáum þá upp hér. Blái liturinn fallegur þannig. Og það Smári 28, Daxi, Porsas og Skjaldbaka. Bæði Daxi og Porsas eru nöfn sem við þekkjum. Porsas búin að vera með okkur hérna í deildinni frekar lengi og akkurat einstaklingur sem var að spila fyrir finnska landsliðið. Þetta einn af þeim sem við erum að fara að sjá hér í dag og Daxi hefur verið með okkur hérna í einhvern smá tíma, hefur tekið þátt í einhverjum öðrum mótum líka og hefur sýnt sína takta alveg gríðarlega mikið og vel, finnst mér. Og síðan Skjaldbaka og Smári, bæði svona yngri spilarar sem að koma sér inn í deildina núna og eru búin að vera að sýna fáránlega flotta takta. Skjaldbaka búin að fá nokkra sjensa þar sem að Porsas hefur ekki verið að spila alla leikina þeirra og hefur bara komið gríðarlega vel inn fyrir akkurat finnska landsliðsmannin. Þannig að fyrir svona ungan strák finnst mér það frábært og bara mjög spennandi lið. Já, heldur betur. Ég mjög spenntur fyrir að sjá það spila. Ég náttúrulega horfði á að spila hérna í seinustu viku á móti Þór og það fór 3-1 fyrir Þór, en þeir tóku leik af þeim. Akkurat, tóku leik af Þórsurum sem við vorum að sjá. Það akkurat landsliðið okkar og förum yfir í næsta lið hjá Dusty. Þetta lið sem að, já, allavega einhverjir hafa haldið sér saman frekar lengi. Vatima, Crypto, Usyk og Bins. Vatima, Usyk og Bins hafa nú oft og lengi spilað saman en Crypto, nýji spilarinn hjá þeim, hann kemur inn hérna eftir áramót held ég. Hann var, hann var ekki með þeim í stórmeistarana. Hann kemur inn bara núna inn, hann kom inn núna bara fyrir deildina. Var sem sagt í 3-5-4, búinn að vera þar í einhver tíma. Skipti síðan út í staðinn fyrir Rexer sem annar úr finnska landsliðinu. En þeir í rauninni bara, skipta lið. Rexer fer yfir í 3-4 og Crypto yfir í Dusty. En að horfa á þetta Dusty lið á móti þegar Rexer var að spila með Dusty finnst mér einhvern veginn vera bara meira svona samheild. Þeir eru að spila betur saman. Mér fannst Rexer einhvern veginn ekki púsla sig rétt hana inn í. Vatima reyndar búinn að bæta sig finnst mér frá því í fyrra. Hann var náttúrulega risastórt nafn og þekktur sem besti spilarinn á landinu. Þú kannast kannski aðeins við það sem að hann búinn að spila það lengi. Já, einmitt þegar ég var svona að kíkja á senuna, kannski 2020, 2019, þetta var svona voðalega nýtt, þá frétti ég af honum, Vatima, og það hefur alltaf verið svona nafni sem ég svona þekkti í gegnum allan bara Rocket League ferilinn minn. Hann svona lúmst. Myndi halda með þeim hérna bara út úr því sko, en þetta voðalega spennandi viðureign. Já, algjörlega við erum að fá hérna upp hver mun sigur. Þið getið setta inn á Twitch-chatið #STJ eða millumerki STJ fyrir Stjörnuna og millumerki DE fyrir Dusty. Og ég ætla að henda bara í spána fyrst núna og ég að spá 3-1 sigri fyrir Stjörnuna. Vá, ok. Ég ætla að fara í aðra átt en þú. Ég ætla að segja 3-2 fyrir Dusty. 3-2 fyrir Dusty. Það engin vitleysa í því. Stjarnan og Dusty gríðarlega jöfn lið og ég verð að halda
pínu meira með Stjörnunni þar sem að Smári spilaði fyrir Jötun á stórmeistari í vor og það þá bara minn maður hérna í Stjörnuliðinu. Ég einhvern veginn alltaf með svona minn mann í flestum liðum en það svona eitt og eitt lið sem að sleppur, ekki allir búin að koma inn og út í félagið mitt en það eru akkurat meðal annars Dusty spilararnir, enginn sem að hafa spilað með mér eða í mínu félagi en við sjáum að Twitch-tjatið pínu sammála mér í dag. Já, það leiðilegt að heyra. Leiðilegt að Maður heyra. veit alltaf að maður hafi rétt fyrir sér sko, en ég menn. Já, þú veist, það gæti alveg verið að þeir séu bara í ruglunu og það sé bara Dusty sé að fara að taka það hérna einn dag. Það Stjarnan vann fyrri viðureignina en það getur allt gerst. Við höfum ekki hugmynd hvernig þetta fer. Þetta gríðarlega spennandi viðureign sem að við ætlum að fara að skella okkur í. Liðin eru tilbúin á vellinum. Hérna eru þeir mættir á völlin. Það Smári, Skjaldbaka og Porsas sem að mæta hér fyrir Stjörnunni í dag. Þetta ekki venjuleg uppsending hjá þeim. Daxi ekki sjáanlegur og Usyk, Krypto og Vatima klassísku þrír hérna hinum megin og Stjarnan að byrja sterkt og Porsas smellir honum hérna yfir það sem hann vonast til að Skjaldbakan væri en fór frekar langt aftur til að ná sér í boost. Krypto kemur honum hérna upp vegginn, Skjaldbaka fylgir þessu eftir. Vatima reynir að halda honum gangandi á Batmóbílnum sínum. Klassíski Vatima bíllinn hérna mættu til að spila á móti Stjörnunni. Hvernig finnst þér þessi bíll? Ég elska hann. Þetta náttúrulega bara klassík frá gömlu dögunum þegar ég var að spila sem mest og ég ánægður að einhverju spilarar hérna að halda upp gömlum hefðum, spila með fáránlega bíla af því þetta yfirleitt bara Octane eða Fennec nú til dags, allavega þegar ég að spila. Þannig að þetta gleður mig að sjá að það svona fjölbreytni í þessu. En Valdimar nær næs flippi hérna á Krypto en Porsas þarna tilbúinn með hann í horninu. Krypto reynir að stoppa hann hérna. Usyk uppi. Valdimar að reyna að elta. Skjaldbaka ætlar að koma honum hérna fyrir miðju en Usyk tilbúinn í það. Valdimar nær snertingu hérna í hornið og Usyk ætlar að elta en Skjaldbaka þarna tilbúinn. Kemur honum út fyrir miðju. Dusty að halda pressunni gangandi hér. Porsas kemur honum loksins aðeins lengra út en Vatima nær að svara þessu strax. Situr hann hátt upp. Það bara Skjaldbaka sem að tekur á móti honum. Smári kemur honum ekki fram hjá Krypto en að mættu snemma. Usyk situr þetta á markið eða hvað. Fer rétt yfir. Stjarnan var ekki tilbúin í þetta en voru heppnir þarna. Smári kemur síðan hratt upp á móti Krypto. Það fyrir að fara beint á markið í staðan fyrir að spila á félagi. Núna annað tækifæri, situr hann hérna hátt upp enn og aftur. Krypto mæti þessu vel, situr hann hérna niður Porsas. Stoppar hann bara á jörðinni. Skjaldbaka kemur honum aftur hérna fyrir framan markið eða hvað. Krypto nær að svara þessu. Veit nú ekki einu sinni, jú, hann líka á Batmóbíl, sýnist mér. Þetta ekki típa af honum? Þetta held ég bara sama gerðin. Já, þetta bara annað litur. Heldur betur. Skjaldbaka kemur honum til hliðar. Krypto nær ekki að komast í boltan. Vatima tekur við. Hann ætlar að reyna að koma honum fram hérna. Usyk tekur á mótunum. En Porsas þarna, kemur honum ekki út. Smári nær að hreinsa boltan en Krypto heldur áfram pressunni. Smári tilbúin í það. Vatima kemur honum fyrir miðju. Usyk kemur skotamarkið. Fer í slána. Og Porsas nær að koma honum út. Þeir rétt svo hanga inn í þessu Stjarnan. Smári ætlar að fara með hann upp. Hann í loftinu, nær ekki að komast á þakið. Kemur honum fram hjá tveimur og Krypto allt í norðin einn. Nær að koma honum fram hjá Skjaldbaka. Heldur honum inni, Usyk fer hann í hornið. Vatima tekur á móti og nær að hreinsa boltan hérna fyrir Dusty. Stjarnan náðu ekki að finna markið þarna, voru ekki langt frá því en sömuleiðis Dusty að gera vel hérna. Bolti fer rétt fram hjá markinu. Skjaldbaka pínu vandræðum í vörninni en nær að koma honum hátt og langt. Vatima núna reynir að mæta Smára, pínu eftir á. Smári svo gríðarlega fljótur á veggnum. Porsas kemur honum ekki á markið. Skjaldbaka reynir að halda þessu gangandi. Usyk nær í boltan hana. Smári truflar hann ná ekki að gera neitt með þetta. Porsas situr hann hátt upp fyrir sjálfan sig. Krypto á að geta tekið þennan í rólegheitum hinum megin.
flýgur með hann hérna yfir völlin, situr hann yfir á Úsík sem að situr hann reynda bara í hotnið, heldur þessu gangandi fyrir sig, situr hann fyrir fram á Vatima, Porsas mætur hann réttum tíma, Stjarnan og Dusty 0-0 ennþá þegar rétt mínúta eftir, enginn að finna marki hér en Skjaldbaka situr fljótt skot og nær að skora fyrir Stjörnuna 1-0 þegar Smári nær að stela boltanum hérna að Krypto og Vatima aðeins og lengi að mæta þessum, enginn fyrir aftan hann og Stjarnan koma sér, steipla sér hérna inn í leikinn, mikilvægt þegar mínúta eftir, bæði lið að spila frábæra vörnina, Krypto situr þetta á markið og Porsas fara að verja þennan, þeir eru fljótir að sækja hérna Dusty menn eftir að lenda undir Úsík næsti maður, flippar honum yfir eitt, Smári nær að koma honum aðeins hérna lengra út og fylgir þessu eftir, Vatima nær að smæta þessu og gerir bara betur, 50 hjá Vatima er gríðarlegt og einhvern veginn endar í markinu. Vá, þvílík barátta er þetta búin að vera og Dusty er búin að vera með frábæra pressu í þessum leik og þeir halda sér hérna inn í honum, 50 sekundur eftir, 1-1. Bæði liðin vilja þetta, þeir vilja vinna þennan leik. Smári í loftinu með boltan, Úsík tilbúinn, er hann með aðra snertingu? Nei, boltinn lendir fyrir Skjaldböku, Smári er uppi, er hann með skot? Hann er með skot, það fer rétt svo fram á annað skot. Wow, Porsas kemur boltanum fyrir miðju, Úsík nær honum ekki, Krypto nær honum til hliðar. Smári kemur hann fyrir miðju, Vatimar er þarna, Krypto nær að klíra boltan fyrir miðju. Úsík tekur stjórn á honum í horninu, en Porsas er tilbúinn, fer með hann upp, Úsík er aftur kominn í loftið. Krypto á hliðinni, nær að halda boltanum nálægt sér, 10 sekúndur, Skjaldbaka í horninu með ekkert boost, Porsas kemur til aðstoðan, tortrímir Úsík hérna, kemur boltanum á mark og skorar! Þvílíkt og annað eins frá Porsas, dribble bump eins og þetta kallað á fallegri íslensku, en þvílíkt mark frá Porsas hérna, hann fer bara sjálfur með þetta alla leið. Tortímir 2 ætlaði ekki að láta neitt stoppa sig, lestin fór bara alla leið í gegn. Það er tæknilega sé held ég hægt að halda honum á lofti hérna en þeir gera það ekki og Stjarnan taka fyrsta leikinn 2-1 með mark á síðustu sekúndunni. Ríkalega skemmtilegu leikur hérna sem við fáum í þessari viðureign. Þetta er bara fyrsti leikurinn gott fólk og ég er alveg búist við að þetta geti endað í 5 leikjum. Ójá, þetta var rosalegu leikur, bæði lið að spila gífurlega vel. Ég sé bara að Dusty þeir vilja þetta og Stjarnan sömuleiðis. Þau eru bara að keppast hérna fyrir 3. sæti sem skiptir báðum miklu máli. Þannig ég er að búast við, einmitt. Þetta gæti farið í 5 leiki. 3-2 fyrir í rauninni báðum liðum eins og þetta lítur út núna því bæði lið eru að spila gífurlega vel. Algjörlega mikilvægur leikur til að sýna upp á hver á þetta 3. sæti skilið í deildinni og byrjum hérna leik númer 2. Vatima komin upp í lofti, situr hann hátt upp fyrir næsta mann til að taka en það er bara Smári sem að fær allan tíman á boltanum hér. Spurning hvort hann getur spilað yfir á næsta, nei, Úsík stelur hann af honum. Krypto fer upp í lofti hér í vegginn, heldur honum gangandi hérna niðri en það er ekki að komast fram hjá Porsas og Porsas mættur fljótur hinum með við og ætlar að tróða honum inn en þeir gera vel í vörninni þarna, leyfa honum ekki að komast alla leiðina framhjá. Smári núna mætir Úsík þannig að hann þurfa að spila hann til hliðar og Porsas fær hann frítt hérna á bakvögnum, kemur honum hátt upp yfir völlin í hornið, gerir gríðarlega vel, spilar yfir á næsta, reynar að bumpa Krypto en gerir það ekki nógu vel. Smári rétt svona nær að bjarga þessu þannig að Dusty nær ekki að komast í sókn. Úsík heldur upp boltanum gangandi og þetta fór næstuði inn. Úsík með launu hérna, það sem að bara varnarmaðurinn, ég sá ekki hver þetta var, misti rétt af honum en núna Dusty komnir aftur með boltan eða hvað, nei, heyrðu mig nú. Þetta var brot á reglu. Já, heldur betur. Þetta er bara eins gömul regla og leikurinn liggur við. Aldrei brjóta reglu nr. 1. Líst ekki vel að þetta, við sýndist að það hafa verið Krypto sem að braut þessa reglu. Hann er ekki í stuði til að halda henni, hann vill frekar bara vinna hennar leik en já, ég held að bæði við og áhorfendur líst ekki voða vel á það að þetta,
átti bara breyst í 2-2 hérna fyrst að þeir lenda í reglu 1 en ekki nema einhver hefði hjálpað þeim og bara bumpað öðru þeirra af en Dusty heldur núna góður í sókn áfram, Crypto missir af þessu, núna hættulegt Vadim að næra að stoppa henn á bolta hann fer ekki lengra fram kemur honum hérna niður og Usyk en Porsas mætir fljótt á móti Crypto smellir honum upp fyrir sjálfan sig en Smári lengum hún að lesa það og mætir hérna Skjaldbaka getur sett á marki Valdimar nær rétt svo að verja þetta Skjaldbaka heldur þessu gangandi hérna í horninu Crypto nær ekki að koma sér út Smári situr aftur fyrir fram á marki Porsas mætir réttum stað, réttum tíma nær ekki annari snertingunni og Dusty nær ekki að búa eitthvað fljótt til en ná smá spili á boltan Já, þvílík pressa þetta frá Stjörnunni en Dusty eru ekki úr þessum leik ennþá náttúrulega bara 0-0 Crypto kemur boltanum fyrir miðju þar sem Smári er tilbúinn 50 við Usyk Vadima kemur honum aftur inn heldur þessu gangandi Porsas kemur honum upp flott snerting hjá Usyk hérna Crypto er tilbúinn í loftinu með skot en það er varið af Crypto annað skot frá Vadima þetta er rosalegt sjáum hérna skot frá Skjaldböku Crypto þarf að koma þessu út Vadima fer upp fyrir þetta með skot en Smári er tilbúinn fyrir þetta hann fer hérna á móti Crypto reynir að halda sig inni Usyk kemur og bjargar hann úr þessu klúðri hérna Usyk heldur þessu gangandi Porsas með lítið boost Vadima nær yfir hann og nær fram hjá Smára Skjaldbaka nær boltanum ekki Vadima með lítið boost en hann nær boltanum fyrir miðju þar sem Porsas er tilbúinn Usyk heldur þessu inni hann er með boltan ennþá Smári kemst fram hjá honum og er kominn í loftið fær flippið, flott flip en Crypto er tilbúinn að taka á móti þessu og núna er sókn fyrir Dusty Vadimar að komast af boltanum, Crypto með boost tortrýmir hérna Crypto tortrýmir, afsakið Smári í sókn Stjarnan núna með tækifæri Crypto vera á línunni og Crypto kemur þessu síðan aftur út það var Skjaldbakan hann áðan sem að var síðasti maðurinn í vörninni en núna er hann að tortíma mönnum til að reyna að búa til pressu Vadima heldur boltanum frammi fyrir þá Crypto kemur þessu aðeins lengra en Smári kemur honum út Usyk gegn Skjaldböku og Skjalli hefur betur Smári situr þetta á marki og það er aftur Stjarnan sem að kemst yfir þegar rétt rúm mínúta er eftir Skjalli gerir þetta gríðarlega vel í loftinu situr hann hérna niður yfir á Smára og 1-0 Stjarnan Þetta er gríðarlegu leikur hérna. Þetta er í rauninni bara alveg eins og seinasti leikur, svaka pressar á báðum liðum og síðan kemur Stjarnan sér yfir. Porsas ætlar að reyna að gera það 2 en Vadimar er tilbúinn. Pols Crypto er uppi, kemur honum á bakborðið með tvísmellu og það fer í slána og út. Núna kemur Porsas áfram, missir rétt svo á honum, nær að íta smá í Vadima en Crypto er tilbúinn. Vadima tekur hann fyrir miðju, Usyk er uppi, nær honum fram hjá tveimur. Porsas situr þarna eftir og nær að koma honum út þar sem Smári kemur frá með skot og enginn er í vörn hjá Dusty 2-0 fyrir Stjörnunni Dusty settu alla sína menn í sóknina fóru í double-committi þannig að Crypto og Vadima missa báðir á boltanum og Stjarnan nýtur tækifæri vel kemur sér 2-0 yfir þegar rétt rúma 30 sekúndur er eftir Dusty þurfa að finna 2 mörk mjög fljótt þeir eru ekki búin að finna 2 mörk í þessari viðureign en núna þarf eitthvað breytast Usyk reynar að koma hérna fram hjá einum en Stjarnan byrjar að eyða tímanum hér þetta er geggja skot og Crypto næstu nær að klára þetta var sending hérna frá Vadima yfir á Crypto og núna Usyk að reyna að spila hann aftur upp fyrir strákanum sína en Porsas kemur honum yfir á Smára Crypto setur þetta aftur upp í lofti Skjalli mæti þessum yfir á Porsas reynar að spila hann bara niður er að reyna að eyða tímanum hérna gerir það virkilega vel og hérna er þessi leikur búinn Stjarnan vinnur 2-0 og Dusty ekki með svörin Nei, þetta eru gríðarleg barátta og ég myndi segja að þetta gæti ennþá farið báðar leiðir en Dusty þarf að passa sérstaklega þessi double commit þarna í sókninni þeir lenda oft í því að vera svolítið með lítið boost og fáir menn í vörn sem er náttúrulega ekki gott á móti liðins og Stjörnunni sem er tilbúin til að refsa þeim fyrir svona mistök Algjörlega Dusty náttúrulega að lenda svona undir þetta er óþægilegt þegar rétt rúm mínúta er eftir og ákveða að taka sénsinn á að spila hann á 3 í sókn double-committið var eiginlega það sem að kláraði þá þar og það er eitthvað sem þú mátt ekki gera þegar þú ert í sókn og ekki með mann á bakvið en
Sjáum hvort þeir get ekki breytt þessu hér. Spurning hvort við þurfum að bíða aftur í 4 mínútur áður en við fáum fyrsta markið. En það er leikur númer 3, Stjarnan gegn Dusty. Stjarnan er 2-0 upp. Og hér fer Valdimar fyrst upp í boltan, er komin yfir Octinin, hættur á Batmobílnum. Það hefur ekki virkað fyrir hann. Krypto einnig líka á Fennec, en það er Stjarnan sem að setja fyrsta skotið. Krypto núna með skotinu minn og þetta er mark! Dusty að finna fyrsta marki hérna á 14 sekúndum. Frábær sending og frábær snerting hjá Krypto til að leiða þessu í markið. Þetta er það sem að Dusty þurfti. Það er ein góð sending alveg aftast og Krypto nær að klára þetta. Stjarnan komin í stöðu sem þeir hafa ekki verið í þessari viðureign. Það er komnir undir núna og þurfa að finna mark til að koma sér inn í þennan leik. Smári með boltanina upp í loftinni yfir á Porsas. Kemst fram hjá Úsik yfir á Valdimar. Valdimar getur ekki svarað þessi. Porsas flýður þessu bara allar eða einn. Red Bull vængirnir mættir hér á Porsas og treður þessu fram hjá Valdimar sem að reynar að verja þennan á línunni. 1-1 staðan. Þetta er ekki lengi að breytast hér. Nei, einmitt, þetta var gífurlega vel spilað hérna hjá Porsas og við getum mögulega verið að horfa á hérna markasúpu. Porsas er komin aftur upp, finna fyrir tvísmellin, rétt svo nær hann ekki. Krypto situr hann næstu í sitt eigið mark, en Valdimar er komin hérna upp í loftið. Smári tekur á mótunum, ætlar að reyna að koma honum á Porsas. Porsas nær honum út, Úsik er einn með hann. Smári er samt tilbúinn, nær ekki snertingu. Úsik kemur honum áfram, Valdimar fylgir honum í burtu. Hann ætlar að reyna að bömba hérna Porsas, nær því ekki. Krypto tekur á móti boltanum, Smári kemur honum yfir. Núna stendur Valdimar eftir, nær að koma boltan til hliðar. Skjaldbaka er með hann í loftinu, skot upp úr þurru, Krypto nær að verja hann. Sóknin hættir ekki á Stjörnunni, Smári kemur honum inn fyrir miðju, en Valdimar fullan tank og ætlar að fara allavega heim með þennan. Flick, nei, Porsas og Skjaldbaka tilbúnir að taka mótunum. Flott sending hjá Úsik, Krypto nær skoti en það er varið. Valdimar komin upp. Hver er þetta? Úsik? Nei, Porsas. Þeir eru allir út allt hérna. Sóknin er gífurlega sterk. Allir að reyna að fá boost. Allir að reyna að koma boltanum áfram. Þeir þurfa bara að verjast hérna. Stjarnan er í varnarham. Ná að koma honum til hliðar. Smári á móti Úsik. Úsik kemur hann aftur inn. Porsas nær að lesa hann vel þarna. Valdimar heldur honum ennþá inni. Skjaldbakan fer með hann til hliðar. Þeir þurfa að koma honum lengra út og hafa stjórn á honum þarna. Porsas heldur honum nálægt sér í hornið. Krypto tekur hann upp. Smári í vörninni og Skjaldbaka. Skot frá Valdimar. Nær ekki að koma sér í markið. Úsik er uppi. Fer fram í boltanum. Porsas tekur stjórn. Flippar honum áfram. Krypto í marki og hvað gerðist þarna? Ég er ekki alveg viss. Við þurfum að sjá þetta aftur. Porsas gerir hérna létt, flippa markið, Krypto, það er stöngin. Úff, hann keyrir á stöngina. Keyrir upp stöngina og þetta eru klassísk mistök í vörninni. Stjarnan komin 2-1 yfir. Þetta er staðan sem að þeir vilja vera í. Hérna er boltinn að lenda fyrir fram á marki og Smári klára þetta til að komast 3-1 yfir. Við erum að fá allt annað leik hér. Mun fleiri mörk, mun fleiri mistök. Úsik reynir að koma hérna fram hjá. Smári er búinn að lesa þetta fyrir lengu. Gerir þetta gríðarlega vel. Sjá núna. Stjarnan byrjar aftur með boltan. Hér nær Skjalli að sitja það fyrir fram á marki. Nei, kemur honum beint á Úsik sem að neglur honum fram á Krypto. Skjalli nær samt að trufla þarna í loftinu. Porsas stoppar Úsik frá að gera eitthvað meira hér. Krypto með allt boostið. Nær flippinu. Kemur honum ekki lengra. Porsas gerir vel í vörninni. Núna næsti maður Úsik í horninu. Reynar að spila honum fram hjá einum. Gerir það en Krypto getur ekki fyllt þessu eftir. Stjarnan er of öflugir í þessari vörn. Porsas gerir vel að negla honum bara hérna burt en Skjalli spila síðan aftur tilbaka á hann. Porsas núna með boost í loftinu, situr hann yfir einn og þetta fer í slána. Krypto einhvern veginn náðu verja þetta. Smári næstu maður. Næra haldur sig hann að Skjalli mætir aðeins og seint, næri ekki að klára þetta. Núna Porsas enn og aftur reynir tvísmellina en Úsik fer fyrir.
Krypto með boltan hinum meginn, situr þetta á markið, Smári og Skjalli fara báðir í þetta en Smári gerir vel og losar þetta alla leiðina yfir hinum meginn á völlin. Smári fylgir þessu virkilega vel eftir, Porsas gegn Úsík hérna í loftinu, Porsas bara drepur boltan hérna beint niður á jörðina. Skjalli situr boltan ekki mikið lengra fram og leikurinn aðeins að róast hérna. Já, einmitt. Þetta svolítið öðruvísi frá stanslausu pressinu sem var áðan en Stjarnan ætlar að halda áfram í sókn. Þeir eru lágir á bústi en Smári kominn upp, búinn að fylla tankinn. Vatima nær að halda boltan nálægt sér, Krypto tekur á mótunum. Porsas nær honum fram hjá Krypto og ennþá með stjórn á boltanum. Reynir að koma honum fyrir miðju en Úsík stoppar hann og fer hann áfram. Krypto nær að klemma honum með Smára, beint í áttina markinu en það var ekkert út af því. Vatti tekur hann í sitt hotn, Úsík ætlar að taka á mótunum, hann komin upp í loftið, hann með boost, hann með mann með sér, nær fram með Smára, ein tortrimmingi hann í hliðinni, en Porsas ískaldur og tilbúin í þetta. Vatti kemur hann aftur út, Smári tekur hann lengst upp, Krypto ekki með neitt boost að taka á mótunum, Vatti fer upp, hann nær honum ekki en nær að búa til pláss fyrir Úsík til að koma boltanum í burtu. Porsas að reyna stjórnunum hérna, smá vandræðalegt, Úsík kemur honum nálægt markinu en enginn ætla að taka á móti skotinu. Vatima fer upp, flott skot en Porsas góður í vörninni, Smári kemur til að aðstoða og Skjaldbaka með skot. Úsík nær honum ekki, Krypto til staðar, þeir þurfa að ná mark núna eða aldrei. Vatti tekur skot, varið af Smára í hopnið og tíminn rennur út fyrir Dusty. Þarna fer leikurinn, það sópur hjá Stjörnunni og það með 2 ungum strákum á vellinum. Engin dags í dag en það Smári, Skjalli og Porsas sem að klára þetta 3-0. Úsík, Krypto og Vatima ekki með svörin í dag og það þýðir að Stjarnan að tryggja sér 3. sætið allavega hér í riðlinum og í deildinni og áður við förum þá í úrslitakeppnina en kannski ekki leikurinn sem að fólk var að búast við, held að allir voru að búast við því að Dusty myndi allavega að taka leik af Stjörnunni þó að var svo sem ekki mikið að mörkum hann á milli liðana 2-1, 2-0 og 3-1 að þá var þetta samt þannig að Stjarnan voru bara það öflugir í vörninni að Dusty voru ekki að finna mörkin. Já, þeir bara náðu ekki að brjótast í gegn. Það var svona, bara þeir voru sterk liðsheild Stjarnan. Dusty þurfti að reyna að búa til meira pláss og koma sendingunum fram hjá leikmönnum Stjörnunnar. Það ekki nóg að skjóta bara, maður þarf að vera svolítið flinkur með þetta en rosalega vel spila hjá báðum liðum. Eins og ég segi, ég var nú að búast við fleiri leikjum heldur en bara algjörum sóp en tjatti hafði rétt fyrir sér. Þetta fór til Stjörnunnar. Já, það ég spáði nú allavega 3-1 fyrir Stjörnunni en Dusty fundu sig ekki hér í dag. Við erum að fara í aðra stutta pásu áður við fyrir mig loka leikinn sem 3-5-4 gegn Ómon. Spurning hvort að Ómon geti gert annað uppsett eins og þau gerðu á mótiðum á stórmeistaramótinu hér í vor eða hvort að 3-5-4 sé að fara að tryggja sér á toppnum ennþá lengur, ekki fara langt. Býttu hann að skipta akrein?
Já, komið sæl aftur gott fólk. Við vorum að klárast horfa á stjörnuna sópa Dusty, eitthvað sem að enginn held ég hafi spáð fyrir hér í dag og þar sérstaklega með Skjalla inná sem stóð sér náttúrulega frábærlega gegn Dusty en er nú almennt talinn varamaður í þessu liði, enginn Daxi sem að spilaði í dag. En nú förum við yfir í 3-5-4 gegn Ómon og þetta eru tvö lið sem að hafa verið frekar lengi í samfélaginu. Ómon hafa svo sem oft verið kannski undir öðru sér nafni en samt með svipaða spilara og okkur svoleiðis. En það er eitt sem að er alltaf örugt er að ef Ómon er að spila þá er Ómó í því liði. En við fáum að sjá það hér eftir smá. Þetta verður held ég bara skemmtileg barátta. Þetta er samt fyrsta gegn 5. sæti hér í deildinni. Ómon auðvitað með, eins og ég segi, þeir eru eiga til að breyta liðinu sínu frekar oft og 3-4 reyndar náttúrulega líka með nýja leikmann fyrir þessa haustdeild. En við skellum okkur kannski bara beint í það að sjá hvernig liðin eru sett upp. Ómon hér fyrst, svartur og hvítir geggjaður bíll og það er Busy, Ómó, Vano og Krissi. Frekar klassískt lið hér. Höfum séð Krissa spila frekar mikið fyrir Vano sem hefur ekki verið að spila allt of mikið í deildinni í ár. Kom hérna inn í Ómon liðið sem svona pínu aukaspilari, var búinn að láta vita að hann gæti ekki spila mjög mikið en Krissi er búinn að standa sig stórkostlega sem svona varamaðurinn. Mér langar eiginlega að kalla Vano varamannin í dag eftir, ég held að Krissi sé búinn að spila fleiri leiki en hann en samt skemmtilegt lið. Kannastu við eitthvað af þessum nöfnum? Því miður get ég ekki sagt, ég kannast við á neitt utan bara það sem ég er búinn að sjá í fyrrum streymum en mér finnst það nú bara flotti leikmenn, þeir eru betri en ég, þannig þeir eiga meira skilið að vera að keppa hérna heldur en ég, þannig það er eitthvað varið í þá. Já, það er svona þegar þú hættir að spila leikinn í smá tíma þá er það kannski eðlilegt að þeir sem eru í efstu deildinni á landinu séu betri en þú en við hoppum kannski bara beint yfir í 3-5-4 að sjá hvernig þeir stilla sér upp. Það er svarti og bleiki, ég veit ekki hvort það sé, fjólubláður og bleikur með svona mitt á milli. Dan, Rexer, Pes og Vex, þetta eru menn sem að voru meiri hluti partur af einhverju landsliði. Dan og Pes báður á bekknum hjá íslenska landsliðinu, Rexer aðalmaðurinn í finnska landsliðinu. Duttur reyndar allir út í gær því miður. Finnland gegn Ítalíu sem að við gerðum jafntefli tvisa við og síðan við á móti Portugal sem að reyndar Finnarnir töpuðu. Akkurat okkar riðlar
lentum svona saman, við vorum næstu búin að lenda á móti hvoru öðru. Ef að annað okkar hefði fengið annað sæti í sínu riðli þá hefði Íslendingarnir verið að spila á móti Finnanum sem hefði verið frekar skemmtilegt að sjá. En við fáum kannski bara að sjá einhvern svona skemmtilega leik á einhverju lani eða eitthvað, við sitjum upp þegar Finnarnir mæta hérna þá 3 Finnar gegn 3 Íslendingum eða eitthvað svoleiðis. En við fáum að sjá hérna millimerki Ómon eða millimerki 3-5-4 hver að fara að vinna þessa viðureign. 3-4 almennt með virkilega stórt samfélag og flestir sem að mæta og horfa. Virkilega, ég held að ég hafi séð að einu sinni gerast að 3-4 tapi þessu Twitch-polli. Þannig að, en hver spáin þín fyrir þennan leik? Sko, ég búinn að vera svo rosalega bjartsýnt finnst mér núna seinustu leiki að ég ætla að vera rosalega illur og segja 3-5-4 sópi þessu bara upp. Tekur alla leikina. Já, þú ætlar að segja 3-4 sópi Ómon hér í dag. Mér langar ekki að vera sammálaður, það er svo leiðilegt að segja það bara. Ég alltaf svo raunsýnn einhvern veginn, ég spái alltaf svona sirka einhverju sem að gæti gerst. En ef við ekki bara segja 3-4, 3-1. Segjum það, Ómon takið 1 leik og vá, ok. Ómon að vinna Twitch-pollið, það eitthvað skrítið. Hvar eru 3-5-4 menn skrítið að þessu ekki mættir í chati. Það oftast 3-5-4 meira hluti af Rocket League samfélaginu en sjáum að flestir eru að spá Ómon hérna sigri. Skemmtilegt að sjá að séu svona margir sem að halda með þeim. Lið sem að núna búin að vera svona í neðri partunum að deildinni frekar oft þeir eru með í þessari gerverkdeild. En samt eins og ég segi, þeir fóru í úrslit í stórmeistara í vor. Þeir eru mætt á LAN. Einhverju vilja kalla það LAN buff. En það svona spurning hvort það sé LAN buff eða hvort þeir séu bara spili best undir pressu. Við erum allavega bara tilbúin til að hoppa yfir í þennan leik. Það Ómon gegn 3-4 til að klára þennan dag og hoppum yfir í leikinn hér. Mætum hérna á völlin, það Busy, Vano og Ómo sem eru mættir, engin Kristi hér í dag og hinn meginn Dan, PS, Rexer, þeir stilla sínum bestu liðum upp og Ómo með fyrsta skoti og það mark! Ómon komin yfir eftir einungis 8 sekúndur, Busy geggjuð sending hérna og sjáum hérna PS greið, það ekki að gera neitt það sem hann Vano bara að trufla hann stanslaust í markinu. Ómon ekki lengi að komast yfir í þessum fyrsta leik. Já, einmitt, núna ég svolítið stressaður þar sem ég fór gegn spjallinu í seinasta leik og Dan kemur með þetta svakalegt skota menn ég eitthvað bara bladrandi út í ekkert. Vano heldur boltanum nálægt sér. Það að koma honum áfram. PS tilbúin en Busy kemur og nær honum hann með annað skot. Tvísmetla nær henni ekki. Rexer tekur hann fram með flippið, kemur hann fram hjá Vano. Einhver þarna? Busy tekur stjórn á honum og kemur honum út. Dan ætlar að halda honum nálægt sér. Busy og Ómo á mótunum nær samt að halda stjórn á boltanum. Vano fer upp, bara til að halda honum í leik en enginn hjá 3-5-4 fór upp fyrir boltan en núna Dan nær ekki boltanum. Busy kemur honum út. Enginn með honum í sókn eins og en hann heldur áfram nær koma boltanum fyrir markið en ekki nógu lágt niðri. Dan kemur hann út til hægri. Hann einn í sókninni. Busy nær að senda hann á Ómo. Ómo fer með hann upp. PS nær að koma hann fram hjá. Rexer kemur hann fyrir miðju en þar enginn. Busy tekur hann bara niður hægt og rólega. Kemur hann ekki fram hjá PS samt. Ómo nær skoti. Vano þarna? Nei, hann nær honum rétt svo ekki. Rexer kemur hann út í horni en Ómo komin á mótunum. Nær ekki að hafa stjórn á boltana sem PS kemur með hann upp mjúka snertingu en nær ekki að stjórnunum nógu vel. Boltinn rúllar bara fyrir marki á 3-4. PS nær að verja skotið og núna með boltan upp á veggnum. Kemur hann fyrir miðju. Rexer komin upp. Skot frá Rexer. Kemur ekki honum inn. Vano kemur hann út.
Dan ætlar að reyna að senda á Rexir. Rexir með fína snertingu. Busy nær stjórn á boltanum en Omo kemur og hjálpar honum út og Vano núna komin upp í loftið. Hann hefur boltan, PS hoppar upp snemma, nær að koma honum af honum. Busy nær að koma boltanum ekki fyrir miðju. PS núna með stjórn, nei, Vano tilbúinn. Dan kemur hann út fyrir miðju og þar Omo með stjórn á honum. Nær ekki að stjórnum nógu vel og PS kemur skot sem varið af Busy. Kynum fram og tilbaka, bolti hérna bæði lið, hún að svona fá einhver skot, einhver tækifæri en ekkert sem að lenda inni. Alltaf síðasti maður sem að ná að verja en þarna Rexir nær ekki boltan þarna til að klára þetta, var ekki með bústið. Vano situr hann hátt upp fyrir Busy sem að svona laumar honum eiginlega bara áfram. PS ekki neitt vandræðum að taka þennan, Omo kemur að trufla það strax. Dan núna ætlaði að taka boltan niður, Omo stelur honum af honum og fer bara alla leiðina tilbaka fyrir sig. PS stoppar hérna í miðjulofti en Vano að fylgja sig eftir. Kemur honum hérna aðeins lengra að en Rexir upp í loftið hinum megin. Þetta fljótt að breytast, þeir eru að spila algjöran ping-pong bolta hérna fram og tilbaka. Busy nær að koma honum yfir 2. En situr ekki á markið, þannig að það engin hætta þannig við þennan bolta. PS reynir að lauma honum, gerir þetta gríðarlega vel, nær 50, þannig að Dan situr þetta á markið. Busy þarf að verja þennan, Rexir ákveður að fara í hornið upp og niður, situr á markið, handbolta skotið fyrir tvisvar í slána og PS nær síðan loksins að klára þetta og PS nær að skora fyrir 3-5-4 sem að jafna leikina. Rexir og Dan sitja báðir í slána en PS nær að klára og 1-1 þegar 1,5 mínúta eftir. Já, þetta var frábælega vel spilað hérna hjá 3-5-4. Þeir voru allir þrír í sókninu og gerðu nákvæmlega það sem þeir þurftu að gera. Omo reynir að koma snemmu skoti aftur á 3-5-4 en Dan tilbúinn, hann með tvísmellin. Busy uppi, nær ekki upp í boltan en Rexir heldur honum inni. Nær annari snertingu, Dan komin upp, Vano tilbúinn á bakborðinu. PS mætir honum en nær ekki að taka boltan á honum. Busy tekur stjórn hérna með Rexir og Dan fyrir fram að sig. Vano með skot, nei, hann setur þetta upp fyrir sjálfan sig. Þvílíkt vel gert frá Vano hérna. Hann náði að plata mig, ég held að hann var að fara í skot en gífurlega vel gert hérna að koma svo fram hjá Dan og smell honum í markið. Virkilega vel spila Vano, búinn að lesa þetta fyrir löngu. Situr hann í akkurat bakvegginn og tvísmelluna fyrir sjálfan sig. Omo kom 2-1 yfir. Kannski var chati bara alveg með þetta á hreinu. Omo situr á marki, Rexir þarf að verja hennar. Busy kemur honum aftur fyrir. Dan með boostið á að geta losa þennan. Vano tekur á mót honum, bömpaður og það algjör klessubíla steypa hana í gangi. Busy stoppaður en Vano nær að trufla þetta. PS var næstu komið með opið mark þarna. Rexir upp í loftið með boost á móti Busy, kemst fram í honum en nær ekki að stoppa Vano. Vano fylgir þessu eftir á móti Dan. Fer í 50, nær að gera fínt en PS fyrstur í þennan bolta. Situr þetta bara að beita marki, Busy þarf að verja hann. Nær einhvern veginn að verja þannig á línunni. Dan fylgir þessu eftir en nær ekki að gera það. Rexir reynir að halda þessu gangandi en 3-5-4 ekki að ná að sitja nógu fast eða bara nógu vel á markið. Það einhvern veginn alltaf eitthvað sem stoppar þá. Og Omo að spila gríðarlega flottan bolta hér. Omo situr þetta í bakveginn. Busy nær ekki að sitja þetta á markið. Það 15 sekundur eftir þessum fyrsta leik. Busy situr þetta til hliðar á móti Dan. Vano og Rexir mætast þarna í miðjunni. Omo situr þetta upp og PS núna tekur þetta rólega niður. Dan upp í loftið, fer upp á móti Busy, nær að sitja þetta en það enginn sem að náða að taka á móti þessu og Omo vinna fyrsta leikinn hér. Þarna fór spáin þín í ruslið. Vá, ég var einmitt að reyna að tala aðan. Seinast þegar ég fór á móti spjallinu, þarna þegar ég hélt með Dusty, það rámt fyrir mér. Nú gerði ég það aftur og Omo vinnur fyrsta leikinn. Ég bara með gæsa á hérna, þetta var svo spennandi sko. Ég veit ekki hvað ég á að segja. Bara, ég held að þið séu sko, þó að chati var að spá Omo sigri, þá held ég að þeir hafi nú aðalega bara verið að styðja sína menn. Það hafi verið svona stuðningsmenn Omo eða þá einhverju sem eru á móti 3-4 af því að í mjög fáum svona aðstæðum eiga þeir að vinna leik gegn 3-5-4 en þetta eru náttúrulega, við erum að tala um það, við erum 3 landsliðsmenn á móti svo sem einum hérna hinum megin en það
ótrúlegt að sjá Ómon spila svona vel, sérstaklega eftir síðustu viku þar sem ég talaði frekar illa þá. Þar var svo sem engin Vano á vellinum en þetta allt annað leikur á móti 3-4 sögur að sína en PS með hratt skot hér. Þeir byrja fljótt, þetta ótrúleg spenna í þessum leik. Busy góð stjórn en nær ekki að koma niður á næsta mann. Ómó reynir að fylgja þessu eftir, ekki góð snerting en Vano gerir virkilega vel að koma aftur yfir á hann. PS tekur þennan bolta fyrir flippið og situr hann síðan hérna á bakvegginn. Busy kemur hann aftur fram fyrir Ómon. Ómon með tækifæri hér, situr hann niður fyrir Ómó og hann situr skotið en Rexer verið þetta fljótt. PS upp í loftið með smá búst til að fylgja sig eftir Vano og nær að stoppa þetta og næsti maður þetta á 50 í loftinu. Dan tekur á mótunum hérna á jörðinni og nær að tortíma einum en það nóg? Nei! Vano kemur boltanum alla leiðina upp fyrir Ómon, situr hann í vegginn en Dan fær boltan hérna í miðjunni, kemst yfir fyrir í tvísmelluna en Busy stoppar það. Þetta fram og tilbaka enn og aftur, þetta alveg eins og leikur 1 nema 3-4 með meiri pressuna hérna til að byrja með. Dan situr hann tvísvar í vegginn og Rexer nær að klára þetta. 3-5-4 ná að komast hérna yfir þegar rúm mínúta búin. Já, maður finnur eiginlega bara pressan komin upp hjá 3-5-4. Þeir vöknuðu greinilega aðeins eftir þennan fyrsta leik, kannski orðnir heiti núna og vilja taka þennan leik fyrir sig en það nóg tími eftir fyrir Ómon til að reyna að láta eitthvað að gerast. Við sjáum hérna Vano að komast í 50 en Rexer alveg tilbúin, lítið boost. Dan kemur upp með skot en var af Ómó nærnastu í tvíspellinum af snertingunars Ómó en Busy reynir að koma honum áfram. Rexer til staðar en þetta fer aftur á Busy, hann kemur honum fyrir miðju, skot frá Ómó, varið hjá Dan, gríðarlega vel gert hjá Dan. Vano heldur hún samt inni, þetta ekki búið hjá Ómon. PS kemur honum út, Busy heldur áfram, Rexer með lítið boost, nær honum áfram. Dan með skot sem nær ekki alveg á skotmarkið. Ómon núna með smá tækifæri, Ómó situr í bakvegginn, það engin sem að nær þessu. Vano situr skoti, PS nær að verið þennan. Boltinn stopp fyrir fram að markið, Vano truflar það þarna í vörninni en þeir ná ekki skotinu á markið. Busy, næsti maður ekki með boostið, situr þetta bara upp fyrir PS sem að situr þetta beint niður. Busy fer síðan sjálfur upp í loftið móti Dan. Dan hefur betur. Ómó spilar þetta til hliðar, spurning hvort að Busy eða Dan fylgir sig eftir. Dan gerir það. Rexer núna upp á móti Vano. Vano hefur betur, les þetta og kemur honum fram hjá Dan. Ómó, næsti maður, eyður öllu boostinu í það að reyna að taka smá stjórn á boltanum og missar hann samt frá sér. Rexer kemur honum síðan upp fyrir PS. PS nær að fylgja sig eftir að hvað Vano kemur á móti. Ekkert boost á honum. Rexer stoppar þetta strax, heldur pressunni gangandi. Dan kominn inn á baku og PS sjálfur enn og aftur. Þriðji maður hérna og Busy nær ekki að koma sér langt en Dan hittir ekki á markið. Ómó heldur þessu bolta gangandi fyrir Ómon hérna en Rexer situr aðeins aftur tilbaka og Ómon í algjöru vandræðu stöðu, ekki með mikið pústi. Hérna kemur skot yfir allan völlin. Rexer fer í þennan og Busy gerir voða vel að losa pressuna í smá tíma en Ómon þurfa ekki að losa pressuna, þeir þurfa að skora. Þeir undir hér og tíminn ekki með þeim í liði. 3-5-4 að spila gríðarlegan flotta bolta hérna til að halda pressunni uppi. Busy situr á niður en það beint á Dan sem að nýtur tækifæri. Takk fyrir sendinguna og skora fyrir 3-4. 2-0 staðan 1:40 eftir. Þetta allt annað að sjá 3-5-4 hérna. Það búið að hitna í kólunum hjá þeim. Þeir vilja sína að þeir eiga heima á toppnum og til að halda stöðunni þannig þá þurfa þær að vinna þessa viðureign og ætla að reyna það. Þetta kemur Vano upp í boltan, Dan mættur, nær hún ekki fram hjá Dan. Ómó ætlar að halda þessu inni fyrir Ómon en PS til staðar, rekst hérna á Rexar. Busy nær að halda honum fyrir miðju, flott sending, feik hjá Vano, skot hjá Ómó og þetta fyrir inn. Gífurlega vel gert, vel samspilað hérna hjá Ómon mönnum. Komur sér fyrir miðju, Vano með feikið og Ómó með gífurlega flott skot. Virkilega vel spila og Ómon náðu að fíblast aðeins í vörninni hjá 3-4 og komu marki inn. Nú þegar 1 í viðbót, þeir náðu 2 áðan. Ómó með tækifæri hérna á móti, Rexer feikar hann, situr þetta beint á markið. Ómó að koma þeim aftur inn í leikinn, það 2-2. Þetta var ekki lengi gert. Ómó feikar Rexer minn þarna
Já, þú veist, ég held þú með bara setja skónu upp á hillu eftir þetta. Ómann að koma sér aftur inn í þennan leik og Busy núna með tækifæri til að koma ennþá lengra upp. Nær ekki að fylgja þessum bolta og leikurinn ekki búinn. Þetta bara jafn núna. Dan kemur honum aðeins lengra en það bumpað og Busy kemur honum upp völlin. PS með smá boost, smá tíma á boltanum, fer fram hjá Omo en Vano tekur á mótunum upp í lofti sjálfur. Ætlar að setja þetta í vegginn og koma honum fyrir. Rexer stoppar þetta nóg tímalega en Busy fylgir þessu eftir. Spurning hvort hann getur komið þessu fyrir fram að markið. Vano gerir það fyrir hann. Omo kemst í þetta eða hvað? Nei, PS hittir boltan rétt fram hjá og Omo missa af þessu tækifæri en núna boltinni algjörlega hinum megin. Rexer ekki með boost til að fylgja þessu eftir og tortímt. Busy núna með tækifæri hittir boltan en hann stoppaður. Vano næstur upp. Kemur honum fram hjá einum en Rexer nær að verða hennan út. Busy enn og aftur komin í boltan. Næsti maður Omo situr það tvisar í hliðavegginn og hann situr á marki. PS fer á línunni sláinn. Stöngin! Þetta fer ekki inn. Busy missir af boltanum. Hann hittir ekki rétt og þetta fer ekki inn 10 sekundur eftir. Omo núna með tækifæri. Omo flippar honum hérna upp fyrir Vano en PS nær að setja það niður í jörðina og við erum komin í gullnamarkið. Vá, þetta er rosalegt. Það eins og bæði liðin að spila bara hérna fyrir bikarinn. Þetta er rosalegt. Dan flýgur þetta upp, heldur stjórninni, alveg einn. Omo kemur honum út, ætlar að elta hérna Vano, heldur boltanum hjá sér, fer upp á móti PS, nær honum fyrir miðju. Dan tilbúinn, heldur honum hjá sér, með Rexar til hliðar. Flott snerting hjá Rexar, nær hann öðru. Hann með skot á markið en varið af Vano. Gríðarlega vel gert hjá Omo þarna að koma sér út úr þessu. PS uppi, mjúk snerting hjá honum, Busy tilbúinn fyrir það. Næst tortríming þarna, Rexar fer upp, ekki með skotið, Dan kemur, skýtur rétt yfir markið og Busy heldur boltanum hjá sér. PS mættur, Busy heldur honum áfram. Rexar ætlar að koma honum yfir Omo hérna og mögulega með aðra snertingu. Omo með gífurlega flotta vörn, gífurlega mikil pressa hjá 3-5-4 hérna. Þetta skiptir öllu máli núna. PS reynir skotið en nær ekki að lenda almennilega. Rexer kemur boltanum áfram, ætlar að fara í Vano en Vano tilbúinn. Dan ætlar að taka boltan rólega hjá sér. Með hann uppi. Omo tilbúinn og nær stjórn á boltanum. Mínúta búinn af þessu gullna marki, þessu yfir, framlengingu segi ég og 3-5-4 smá tækifæri en ná ekki að fylgja þessu eftir. Omo gerir virkilega vel, kemst fram hjá 2 Vano með boostið til að fylgja þessu eftir. Kemur honum hérna áfram, ætlar að komast fram hjá PS en PS gerir betur og núna Busy kemur honum upp að veggnum en 3-5-4 ná að halda pressunni gangandi hér. Smá stopp hana, gott 50. Omo nær að spila þetta einhvern veginn yfir á Vano með boltan. Busy kemur upp, situr hann hátt og langt. Dan þarf að taka á mót honum. Rexer fer ekki í þennan leifi Dan að halda áfram sem að missir smá stjórn á honum en kemur honum áfram. Vano stoppar þetta fljótt. Rexer situr bara á markið. Omo og Vano fara í þetta. Nú tækifæri 3-4 PS. Situr á markið, hittir ekki á það. Dan núna næsti reynir skoti bara eða tvísmellun á vegginn, ég veit ekki alveg. Rexer kemur skotinu. Omo núna með tækifæri flýgur upp. Á móti Dan hérna í loftinu. Dan gerir betur, situr hann niður fyrir PS. Busy ætti að vera með þennan bolta. PS missir af honum og það enginn í markunni hérna. Rexer rétt nær að mæta. Omo kemur honum aftur upp. Spilar hérna aftur niður en PS nær snertingunni þarna, mjög mikilvægt. Við erum komin 2,5 mínútu inn í þetta gullna marka, þessa framlengingu og Dan núna loksins með skotið og skora fyrir 3-5-4 og klárar hérna leik loksins. Vá, þetta var hörku leikur hérna, númer 2 og 3-5-4 að koma sér í jafna stöðu. Núna erum við loksins ekki að fara að sjá sóp leið. Vitlaust lið sýnt hérna en þetta var vist 3-5-4 sem átt að koma upp. Já, 3-4 Þór eru báðir á toppnum, það skilja þetta allir. Nei, 3-4 vinna þennan leik eftir 2,5 mínútu í framlengingu. Þetta
virkilega flottu dagur hjá Oman liðinu. Omo að spila örugglega einn af sínum bestu leikjum bara sem ég hef allan að síðan spilað. Við sjáum samt að yfirráð vallar gríðarlega mikið 3-4 megin og þeir eru með meiri pressu einhvern veginn yfir leikinn en Oman ná þessum 2 mörkum mjög fljótt og spurning hvort að það sé bara svörin. Það að halda góður í vörn og ná þessum skyndisóknum, ná að blekja aðeins 3-4. Náttúrulega Omo náði reynda bara að leika sér með Rexer fyrir seinna markið en sjáum hvað þessi lið geta gert hér. Staðan 1-1, þetta bara rétt að byrja gott fólk þegar við förum í leik númer 3. Oman gegn 3-4. Hér förum við að stað, Bissi fyrstur í boltan en það góð sending á Dan sem að nýti sér það vel. Mano nær að svara þessu, kemur þessu niður en ekki með bústi á móti Rexer sem að situr það beint á markið. Bissi þarf að verja hennan til hliðar og PS næsti maður í þetta. Rexer heldur þessu gangandi, fer sjálfur upp í þetta, situr þetta hennan fyrir fram að markið. Vano kemur þessu út, PS komin tilbaka með bústið, spilar þetta upp fyrir sjálfa sig, fer í flippið, algjör flippari hérna alla leið og ítur Omo burt en það ekki nóg af því að Vano tekur við boltanum. Dan núna með tækifæri. Bissi nær að verja þetta og kemur þessu aðeins út til hliðar. Já, pressan hjá 3-5-4 hefur ekki hætt. Þeir vilja ennþá sína þeir eigi heima á toppnum og þarna kemur skot frá Rexer og springing frá Dan en Omo heldur Omon á lífi. Rexer til hliðar með fullan tank, fer upp, Bissi mættur, nær yfir Bissi, Rexer nær 50 með Vano en það verður ekkert út úr því. PS sendir hann fyrir miðju, Dan með skot og það lullar bara inn, engin í vörn frá Omon og 3-5-4 eru komnir áfram. Já, smá mistök hjá Oman, vantaði aðeins í vörnina þarna, einhver mættur aðeins framalega og hinn ekki tilbúinn að vera þriði maður aftast. 3-5-4 að spila virkilega góðan bolta hér til að komast yfir til að byrja með en við sáum þetta í síðasta leik líka. Núna Bissi kemur honum hátt upp alla leiðina á marki, Rexer tekur á móti á bakvegnum sínum. Vano truflar þetta strax, Bissi nær ekki snertingunni þarna, hefði geta verið gott skot. Omo reynir skoti þarna á móti PS sem PC upp betur, Rexer situr hann síðan lengra upp. Dan núna með tækifæri, reynir að fara með hann alla leið en missir pínu af honum. Bissi gegn PS, PS gerir gríðarlega vel og fer í aðra snertingu til að koma honum yfir á Rexer sem situr á marki. Omo nær að verja á línunni, núna næsti Dan kemur honum aftur, Omo enn og aftur að verja og PS situr hann til hliðar á Dan. Omo reynir að trufla hann eitthvað en nær honum ekki þarna. Dan spilar honum hægt og rólega upp völlin, kemur honum fram hjá 2. Omo spilar hann síðan upp á Vano og þeir fara í klemmuna þarna Bissi og Vano en ná ekki að nýta þetta og núna tómt mark hinum einn. Vá, þeir fóru allir inn fyrir þetta spil þarna og þeir voru mjög nálægt í að koma honum inn en PS var bara tilbúinn, ískaldur, snertir hann fram hjá seinasta manninum og fylgir honum bara inn. Þetta var falleg tilraun frá Omon en 3-5-4 höfðu betur þarna í endan og það orðið 2-0. PS núna með boltan, hefur Rexer hjá sér. Rexer ekki nógu nálægt, Bissi nær ekki að koma boltanum fram hjá Dan. Vano með Dan hérna á móti sér, Dan fer upp, nær honum rétt svo ekki, Vano heldur áfram, hann fer einn, snertingin ekki nógu góð, Bissi kemur fyrir utan markið en engin Oman maður tilbúinn í þetta, Vano heldur honum inni og Rexer sendir hann alveg hinum einn á völlin og Omo þarf núna að verjast. Fallega gert hjá honum en Dan mættur í staðinn, Omo heldur bara áfram að verjast, þvílíkur varnarleikur hjá honum. Núna Oman snúa vörn í sókn, ná að halda pressunni hérna gangandi. Vano situr út að leiðilega uppreyndar og Bissi nær samt einhvern veginn að fylgja sig eftir. Dan stoppar þetta í loftinu, Omo næsti maður situr út að langt fyrir Vano. Vano með smá tíma í loftinu, kemst fram hjá PS en nær ekki að fylgja sig alla leið. Dan stoppar þetta og núna spurning hvort að þeir komast í sókn. Þeir eru að reyna að bömpa mönnunum hérna aftast en það dugar ekki til það sem að Dan og Rexer komunum ekki fram hjá fyrsta manninum. Núna Oman að reyna einhverja flugkrafta hér til að komast í gegnum þessa 3-4 vörn sem eru búin að standa svo sterkir í þessum leik. En við sáum þetta áðan, það þarf ekki mikið til að breytast allt í einu. Hérna kemur sendingin yfir á Omo en Rexer nær að stoppa þetta og Dan með skoti hinum einn.
nær þriðja markinu fyrir 3-4. Þetta einhvern veginn alltaf svoleiðis að Oman að reyna að búa til einhver flott tækifæri og 3-5-4 nýta sér það í skyndisón hinum megin. Já, það alltaf annað líf hérna í 3-5-4 og í rauninni í Oman líka. Það bara, þeir eru svolítið opnir en ná ekki að klára þessi fallegu tækifæri sem þeir eru að skapa. Og já, 3-5-4 að græða á þeim en Oman ekki hættir. Það 1 mínúta og 30 sekúndur eftir. Vano á móti Rexer, nær honum fram hjá Rexer. PS kemur út í hornið sitt en Omo heldur áfram sókninni, falleg sending á Vano með skotið sem fer af stönginu út og PS núna komin í sóknina. Vano stendur á einn eftir, Omo með, þeir ná honum út til hliðar og Vano ætlar núna að reyna að koma honum fyrir miðju. Busy nær ekki, Dan var alveg tilbúinn, Rexer með mjúka snertingu sem lendir fyrir Omo þarna. Dan næstu búinn að skella hérna á móti PS og Busy núna með ekkert í tankinum en ætlar að reyna að fylgja þessum bolta eftir. Dan tekur stjórn á honum, gerir vel, fallegt þarna hjá honum á veggnum en Omo tekur við boltanum. PS komin upp, nær hraðanum upp í loftið en það enginn að taka mótunum og Vano stendur hérna eftir í smá vandræðum en boltinn helst fyrir miðju. Dan ætlar að koma honum áfram en ekki með bústið fyrir það sem Busy sendir hann fyrir miðju og Vano rétt svo missir af boltanum. Busy heldur áfram en ekki með bústið. 3-5-4 ískaldir eru ekki að láta eftir. Þeir ætla bara að verjast hérna í 20 sekúndur og taka þetta heim. Vano reynir að koma aðeins lengra en PS núna með tækifæri hinn með setur skotið og 3-4 bætir í. Það enn og aftur Oman sem að reyna að búa til einhver tækifæri. Dan stoppar það og PS finnur markið. Skelfilegt goal explosion sem hann með en það svo sem passar við það. Halloween að koma 16 sekundur eftir staðan 4-0 fyrir 3-4. Þetta eiginlega búið spil í þessum leik en viðureignin ekki búinn og hérna ég bara byrjar að tala eitthvað bull þegar það smá eftir hérna og þeir bæta við 5. markinu. Dan situr hérna alveg í lokin og 3-5-4 ná að komast í 5-0. Þetta allt annað heldur við sáum hérna fyrstu 2 leikina. 3-5-4 að sína af hverju þeir eru á toppnum og spila virkilega góðan bolta hér. Þetta já, einhvern veginn fyrstu leikinir voru svoleiðis að 3-4 voru alltaf í sókn og Oman einhvern veginn náði að búa til mörk í skyndisókn og mér leiðir eins og þetta hafi bara verið öfugur leikur hér. Það Oman sem voru að búa til tækifæri og 3-5-4 nýttu sér það í skyndisóknir á móti, skutu yfir bara allan völlin, allan að tvisvar hana og já, Oman ekki að finna markið. Nei, mér líður nefnilega eins og sko 3-5-4 var mikið í vörn þennan leik og maður fann það alveg og Oman var að henda út bara fallegum tækifærum þarna sem þeir náðu bara því miður ekki að klára það. Þetta hefði getað verið gífurlega flott mörk hjá þeim en náttúrulega vörnin hjá 3-5-4 rosalega góð og sóknin, eða bara skyndisóknin sem kemur út frá þeim bara örugg og bara nýtmiðuð. Já, við erum að fara í smá pásu þar sem að Oman að kalla til leikhlés. Það leyft eitt leikhlé í svona viðureignum, þannig að smá pása, við ætlum að hoppa bara yfir okkur síðan mér meðan við það að ljósin að fara í gang. Þannig að þetta já, frá fyrsta leiknum og frá Spáni hérna, það leit þetta virkilega vel út eftir fyrsta leik en 3-4 að sína náttúrulega, þeir eru á toppnum og þeir eru með hana, eins og ég segi, þetta eru 3 landsliðsmenn í raun. Það eru 2 sem voru á bekknum hjá okkar landslið og síðan Rexer í finnska landsliðinu. Það ekki alveg sama power hinn með kannski í leikmönnum en þeir eru að spila virkilega vel saman og svona smá mistök í kannski, það eiginlega hægt að segja í hreyfingunum. Þegar þeir eru að reyna að búa til þessi tækifæri þá þarf alltaf einn að vera tilbúinn hana aftar upp á það að 3-4 get ekki búið til þessi tækifæri svona fljótt og skotið bara yfir eiginlega allan völlin. Þetta eitthvað sem svona svo gríðarlega erfitt að gera gegn 3-4 af því að þeir eru að reyna að búa eitthvað til þannig komist fram hjá þeim og stundum þarf alveg þriðja mannin í að gera það
en það þarf alltaf bara einn og einn að fara í boltan. Sáum hana allan á einu sinni þar sem þeir fóru tveir saman í boltan til að reyna að búa til einhverja klemmu skot, en Oman voru með svari hérna í fyrsta leik. Spurning hvort þeir geta fundið það aftur. Nei, það er Dan sem að skora beint úr kick-off fyrir 3-5-4 og þetta er ekki það sem við vildum sjá hér til að byrja með. Vano náði ekki að hoppa fyrir þennan, las þetta vitlaust og þetta er óþægilegt fyrir Oman, en allt hægt. Omo nær að spila þessum bolta aðeins lengra upp og PS var ekki alveg tilbúin að taka mót honum, en tekur samt á mótunum, fer í flipparan og kemur honum fyrir fram að marki. Dan núna með skotið, Vano nær að verða þetta út. Já, þetta er ekki byrjun sem þú vilt sjá hjá Oman, en eins og leikurinn er ekki búinn og skotið fyrir í stöngina frá Busy. Vá, Vano. Það er allir að springa hérna. Rexer endar með boltan einn á toppnum, kemur hann fyrir miðju. Dan með lítið búst, en kemur hann fram. Vano alveg tilbúinn í þetta. PS með skot sem fer fram hjá öllum liðsmönnum Oman. Og það fer inn. 3-5-4 eru komnir í 2-0 eftir bara fínt spil hérna í sókn. Já, virkilega vel spilað í raun hjá báðu liðum. Fannst mér þarna Oman svo nálægt í að bæta í og jafna hennar leik strax. Busy með skot í stöngina, smá óhefni þar, en eru klárlega með taktana að skora hér. Omo situr langan bolta sem að Dan tekur bara á móti hérna á bakveggnum. Busy stoppar þetta strax. Vano með tækifæri, setur skoti og það er mark! Upp úr þurru. PS ekki tilbúin fyrir þessu í vörninni. Dan að taka hérna mjúkur hreyfingarnir í loftinu. Rexer ákveður að, ég veit ekki hvort hann hefur bara ekki snúið rétt, en fer allan ekki boltan og PS ekki tilbúin. Og það er strax orðið 2-1 í leik 4. Þetta gæti orðið marka veisla hérna hjá okkur. Já, Oman er að sína hérna, þeir eru ekki búnir og þeir halda boltanum hérna af kick-off. Oman með snertingu hátt upp, en Dan er mættur nær að klemma honum alveg hinum inn á leikvöllin, en Vano er tilbúið með ekkert í tankunum. Rexer kemur, ætlar að ná tvísnertingu af horninu, tekst það ekki. Oman með fullan tank fyrir upp, ætlar hann komið sér fyrir miðju, hann ætlar að fara einn, en PS er alveg tilbúin í það, lesin eins og bók. Busy sendir hann áfram. Rexer segir nei takk við því og kemur hann á Dan. Dan rétt svo missir af skotinu og núna er Oman að reyna að koma sér í sókn, en 3-5-4 er með stanslausa pressu hérna. Rexer kemur honum aðeins áfram, en Omo nær honum upp. Hann er með snertingu til sjálfsíns, gríðarlega flott. Rexer er uppi, nær honum fram hjá Vano. Nær PS að gera eitthvað hérna? Nei, Busy er með stjórn á málunum og Vano kemur honum ekki út. Dan alveg tilbúin í loftinu og Rexer líka. Þeir eru allir tilbúinir í allar sendingar frá Oman, en skotið fer ekki alveg inn og Oman er smá með stjórnaboltanum, nær hérna bumpinu. Dan kemur sér fyrir miðju, Busy sendir þetta út á Vano. Vano nær ekki skotinu. Busy heldur þessu áfram. Rexer og PS þarna að reyna að koma út. PS hefur betur og Vano kemur hann upp, en er sendur lengst í burtu. Kemur samt aftur sterkur inn, en Dan nær að verja það. Omo er núna móti Rexer. PS nær að senda hann út. Rexer er tilbúinn, nær ekki góðri snertingu. PS tekur svo rólega, nær hann fram hjá einum. Einn á móti einum, kemur hann ekki fyrir fram hjá Omo. Gífurlega vel varið. Dan kemur skotinu, Vano ennþá tilbúinn. Þetta er gífurleg pressa frá 3-5-4 og Oman er ekki að gefast upp. Vano nær honum út með bústið. PS tilbúin í loftinu, nær honum samt fram hjá PS. Skot ekki á skotmarkið. Dan reynir að koma honum út. Vano, nei, Rexer er tilbúin með fullan tank. Kemur honum fram hjá Omo og 3-5-4 er komið í sókn. Rexer komin hérna upp hliðarvegginn, en kemst ekki mikið lengra. Dan hins vegar kemst það og Rexer tilbúin að taka á mótunum þegar Dan kemur hérna eftir honum til að klára þessa sendingu og virkilega góð sending. Vano kemst í boltan, en Rexer tilbúin á mótunum og staðan 3-1. Það eru 2 mínútur eftir. Nóg tími fyrir Oman til að jafna, en það þýðir líka nóg tími fyrir 3-4 að bæta í. PS hérna byrja með boltan, er tortímt í horninu. Omo spila virkilega vel yfir á Busy. Busy fer upp í vegginn, spilar honum inn og upp og bumpar Dan og Rexer þarf að verja þennan. Vano var ekki nógu fljótur í hann og Omo núna með tækifæri setur boltan niður. Busy
reynir að halda þessu gangandi Vano, góð sending aftur yfir á Bissi með tækifæri fyrir skotið en ekki nógu gott skot á móti Dane núna Vano nær að tróða þessum inn gegn PES og kemur Oman aftur í þennan leik. Það 3-2 núna. Sjáum hérna PES reynir að verja þennan en Vano segir bara nei takk, ég ætla að skora hér, ítur honum frá og pressar boltan þarna inn. Staðan 3-2, 1,5 eftir, no tími ennþá. Vano kemur upp í hornið hjá sér, spilar þetta yfir á Omo sem að næra komast fram hjá einum, spurning hvort hann getur gert eitthvað á móti Rexer. Næra trufla Rexer en að hann að Bissi kemst í boltan. Rexer næst síðan loksins að losa boltan aðeins en PES núna upp við loftinni í miðunni. Með boostið en nær ekki að halda stjórninni. Bissi núna yfir á Omo, Omo fer upp og nær ekki skotin á marki. PES reynir að koma sér út en Bissi heldur þessu gangandi hérna. Þeir eru ekki með mikið boost en þeir eru að gera vel í sókninni. Það nær að negla þessu burt og Vano sem betur fyrir með boostið til að koma hérna á móti. Rexer fer upp í loftið á hliðarveggnum, situr hann hátt upp í miðjuna. Omo situr hann niður og Bissi með skotið. Spurning hvort að PES nær þessu, já! Rétt nær að verja þennan bolta. Omo heldur þessu gangandi. Vano nær ekki að koma þessu fram hjá Dan og Dan komin upp allan völlinn. Nær ekki að gera mikið meira úr þessu en það 30 sekundur eftir og klukkan í liði með 3-5-4. Omo situr langan bolta upp, Rexer nær að koma sig upp fyrir Dane, hann hittir ekki boltan. Vano yfir á Omo, Omo nær ekki að gera mikið meira. Bissi núna situr boltan aftur fyrir 10 sekundur. Þetta síðasta tækifæri hér fyrir Omo til að hafa smá líf í þessari viðuregni. Það næstu mark fyrir 3-4. Boltinn á lífi, þetta síðasti séns. PES reynir að sitja hérna bara niður. Vano reynir að halda þessu á lífi. 3-5-4 rétt ná að vinna þennan leik og þar með viðuregnina. Og Oman frábæri leikir mættu hérna gríðarlega sterkir til leiks í dag en þetta var leikur sem að 3-4 áttu algjörlega stjórn á hérna til að byrja með. Oman komu síðan virkilega vel tilbaka en já, 3-5-4 áttu betur í dag og halda sér á toppnum áfram þrátt fyrir að hafa mist eitt leik frá sér í dag. Einu leikurinn sem var ekki sópur eða einan viðuregnin þar að segja. Þannig að gaman að sjá hvernig fannst þið bara leikinir hérna hjá þessum liðum. Ferð yfir viðuregnina hérna. Sko, ég vil segja þetta var örugglega mest spennandi viðuregnin í dag fyrir mig allavega. Þetta var, þú veist, þó Oman hafi tapað, sóknarleikunum þeirra var gífurlega góður. Það er eiginlega skömm að þeir hafi ekki skorað meira úr bara mjög fallegum sóknum. Það klikkaði smá á því að velta leikmönnum aftur í vörn, þú veist, 1-1, reyna ekki að senda 2 í sama bolta, en annars var þetta gífurlega spilað og náttúrulega 3-5-4 skyndisóknin þeirra voru bara geggjaðar, varnarleikur þeirra mjög góður náttúrulega á móti svona sterkri sókn. Þannig viðuregnin í heild var frábær. Já, algjörlega búið að vera góður dagur þrátt fyrir 2 sópa fyrir svona fyrsta viðuregnin. Jú, þetta var smá rúst, sérstaklega fyrsti leikur en þeir komu síðan aftur inn Ravík. Önnur viðuregnin var sópur sem að kannski enginn bjóst við. Stjarnan gerði virkilega vel og hér Oman að sína flotta takta til að halda sér smá gangandi en við erum bara að fara held ég að segja það gott en við ætlum rétt að kíkja á stöðu deildarinnar fyrst. Sjá hvort að þessi ekki komið uppfærð. Jú, hérna 3-4 enn á toppnum, Þór fylgja því eftir. Þetta reyndar einhver vitleysa í gangi, sé ég. Spurning hvort hann vil ekki bara taka þetta aðeins af skjánum og laga þetta. Ég ætla að leyfa honum að gera það. Við ætlum bara að ræða aðeins meira, kannski bara yfir daginn fyrst að það var ekki alveg komið að hreint hjá okkur. Þó ég viti nú stöðuna, þá langar mig að sjá þetta rétt upp. En hérna, já þú veist, Oman átti allan tíman einhvern veginn skilið að finnst mér vinna fleiri leiki í þessari viðuregn. Voru náttúrulega óheppnir eins og með Bissi að skjóta í stöngina og eitthvað. Það voru svona ákveðin skot sem akkurat hitt ekki akkurat á markið. En hérna á þetta að vera rétt komið upp, fáum að sjá þetta. Það nefnilega Stjarnan
komin, nei, ok, stigin eru ennþá eitthvað vitlaust, skiptir ekki máli. Stjarnan er sem sagt með 8 stig í 3. sæti, Dusty er með 6 stig í 4. sæti, Ómon og Ravík eru ennþá í 5. og 7. sæti. Engin breyting nema hann í miðjunni sem að Stjarnan er að taka Dusty aftur. Það er eitthvað sem að kannski ekki allir voru að búast við. Ég spáði reynda Stjörnunni fyrir ofan 3-5-4 í byrjun deildarinnar. Hafði fulla trú á þessum ungum leikmönnum. 3-4 náttúrulega sína það að þeir eru gríðarlega góðir og ástæða fyrir því að þeir séu á toppnum. En við fáum líka dagskrána fyrir næstu viku, förum aðeins yfir það, sjáum hverju eru að spila næstu vikuna á skjáin okkar. Þannig kemur það upp. Það er Þór gegn Dusty, Ravík gegn 3-5-4 og Stjarnan gegn Ómon. Já, ég er nú bara að spá því að síðasta viðureignin verður bara mest spennandi í næstu viku, bara eins og við fengum í dag. Já, ég er alveg sammála þér. Stjarnan og Ómon gæti orðið alveg sturluð miðað við leikinn í dag. Stjarnan að spila rosalega vel og Ómon. Þannig, hver veit nema að þetta verður bara mögulega 5 leikir. Það er óskandi að sjá svona svaka spennu, sko. Algjörlega. Þór gegn Dusty, þetta er svona klassíst á toppnum. Þetta er sem sagt næst síðasta umferðin okkar. Það eru bara 2 umferðir eftir en Ravík gegn 3-5-4 einhver svona, já, kannski leikur sem að maður býst við eins og við sáum Þór vinna þá í dag. En eins og við segjum, Stjarnan gegn Ómon er líklegast mest spennandi viðureignin hérna í næstu vikum þó að einhvern veginn, maður segir alltaf Þór og Dusty séu þessi risar í deildinni en það þýðir ekkert endilega að þeir séu í sínum bestu formi þrátt fyrir það að vera með stóra og langa sögu. En ég vil bara þakka þér fyrir að koma með mér hér í stúdíóið í dag. Þú ferð að vera eitthvað aðeins meira með okkur held ég. Ég verð allan með okkur hér aftur í næstu viku þegar við fylgjumst með þessum fleiri spennandi leikjum. Þessi deild er að fara fram og tilbaka, það veit enginn hvernig þessar viðureignir er að fara og við sjáumst í næstu viku. Takk fyrir okkur. Takk. Býttu að skipta akrein?